Og þá erum við mætt til Austin, Texas. Hvað fokkanum að gera? Ég ekki alveg tilbúin að fá mér McDonald's fyrir klukkan 7 á mótana. Vlogginu er byrjað aftur. Nú er klukkan 4. Það er þriðjudagurinn 7. júlí í dag. Við erum að fara til Texas. Það er allt rosalega fínt og hreint heima. Kameran er ready. Við erum með nýja DJ-mækinina. Við vorum að klára pakkitöskur. Við vorum að klára að taka til í húsinu. Frankina Sillu verður með Gilla. Gilla er að hósa súpa. Allt orðið mjög fínt. Töskunar eru ready. Silla er að klára að gera sér ready líka. Við vorum búin að ákveða að fara ekki seinna en 16:30. Við erum að skutla lyklinum að húsinu til hennar og svo keyra upp á völl. Lagningar að fá bílinn okkar klukkan 17:35. Það er þetta nást. Eða ekki? Argentína, Egyptaland var að byrja. Ég ætla að spá þessu 2-1 Argentína. Ég held ekki með Argentínu. En við ætlum alltaf að fara, sjáumst upp á velli. Erfitt að vlogga og komið 2 töskur. Let's go! Heyrðu, allt komið. Það eru 809 kíló, það er bara rétt undir. Við fórum sérstaklega að tala til ykkar Íslendingar leið til Tenerife. Þið þurfum ekki að mæta svo 4-5 tíma fyrir flug á flugvöllinn. Það eru núna undir 2 tímar í flug. Það var engin röð að checka sig, engin röð að fara í security, það tók max tíma. En núna erum við bara að fara að hanga að gera ekki raskat. Má ég sjá? Þetta er næs, maður. Þetta er að fyrsta sem við erum að borða í allan dag. Klukkan er 20:06. Feit sparoslæsa. Ég var alveg smá reið. Varstu? Þú öskraði næst á mig sko þegar við erum að tjekka okkur inn. Ég var bara söng. Já, þetta var ekki gaman. Silla spurði hvert við að fara að borða og ég sagði það sem það lætið hætt að vera hangry. What's up? Sko, ég er ekki búinn að segja í þessu vloggi hvert við erum að fara, en ef þú ert að horfa á þetta vídeo, þá sérðu hvað title á vídeón er. Þú veistu nákvæmlega hvert við erum að fara. Við erum sérst að fara til Austin í Texas. Aldrei komið þangað, mjög spenntur. Ástæðan okkur að vlogga er að ég er búinn að gera TikTok fyrir allan mánuðinn. Sérst það er 7. júlí í dag, við verðum í 3 vikur, þannig að við komum heim 28., 29. eitthvað þannig. Og ég ætla ekki að gera neinn TikToks á miðin úti, af því ég posta þar okkur einasta degi. En ég er búinn að content grænda síðustu 2 vikur cirka, þannig að ég þarf ekki að gera neitt vídeón úti, ég er með allt ready. Þannig ég ætla að vlogga í stæðina, því ég elska það mikið að gera. Við verðum í Airbnb. Við erum núna að fljúa til Baltimore. The piece of shit sem Baltimore er. Ég hef farið nokkur sem þangað. I do not like the city. En við lendum klukkan 10 og svo næsta flug klukkan 8 morgunin. Þannig að við ætlum bara okkur flugvallahótel, sofa í 5-6 tíma og svo í 3,5 tíma flug til Austin. Lendum þar 10:30 en Airbnb okkar, ég held við fáum það klukkan 5. Þannig ég er mjög spenntur að gera hástór þar. En nú er klukkutími og 10 mínútur í flug. Ég ætla að slaka á. Sjáum til mér. Where we should ride swangers and put diamonds in our necklace. Pour drink inside my lemonade till it look like a Pepsi. See, I come from the D where we got checks and we be flexing. If you ain't from my state, then you should know don't fuck with Texas. Hey, we always strapped, we keep our weapons. My mama. Used to think Pepsi was a god before he went to heaven. Ertu að grínast hvað erum við mikinn farangur sérlega fyrir, reynda 3 vikur. Þessi er næstu í full, þessi er svona 3/4 og þessar 2 eru tómar, þannig að það er allt í góði. Klukkan 11 við fara að sofa af því að næsta flug er klukkan 8 í fyrramálið og við pöntum okkur makkarann. Hvaða glas fáum við? Ég vona að það sé ekki fjólblá skrýmslið. Þessi aftur. Góðan daginn. Við vorum að vakna og það eru 2 í næsta flug. It's too early for this shit. Og þá erum við komin í gegnum völlinn. Hvað tók þetta langan tíma? Svona 25 mínútur, hálftími. Og núna er svona 1:40 cirka í flugið okkar til Texas. Klukkan er 6 eitthvað morguninn. 6:30. Og með restina af fjölskyldunni er að fá sér McDonald's klukkan 6:30 morguninum. Þá fekk ég mér próteinstykki sem ég sá á flugvellinum og vatn. Ég er ekki alveg tilbúin að fá mér McDonald's fyrir klukkan 7 á mótana. En ég dæmi engan þó. I've been there, I've done that, en ekki lengur. Charging a power bank is not allowed on board the aircraft. Þá erum við mætt til Austin, Texas. Klukkan er 12. Við fáum Airbnb okkar klukkan 5 í dag.
Það er engin möguleik að komast fyrr, við spurðum. Þannig að við þurfum að ángríns að drepa tíman hérna í 5 tíma. Mér er svo ógeðslega heitt, ég er í gallabuxum, ég er í svörtum ból, sveittur eftir flugið, ógeðslegur. Mér er ógeðslega heitt, þannig að við ætlum að fá okkur hádegismat. Þetta er bíllinn, Ford Bronco, erum með hann innan allar 3 vikunar. Já, ég glemdi kannski að segja, það verða svona 3-4 vlogg cirka hér. Ég er að tala að gera 1 ferðarvlogg og svo bara svona vikuvlogg. Þannig að við sjáum hvað gerist. Kannski ger ég bara 1 vlogg, kannski ger ég 6, ég veit það ekki. Það er bara one way to find out. Ég ætla í Walmart að koma stuttbuxur sko. Það er insane heitt hérna og við erum núna að fara á Chick-fil-A. Let's go. Spurning sem veg. Hvað ef þetta væri bara fyrsta glasið? Hvað ef? I don't know. Gekkjaði eitthvað? Þetta er geðveitt glas eins og kúaglas, það er búið akkurat að segja. Ég fekk mér chicken strips, franskar og sósu. Sko ég er meiri Raising Cane's maður en mér langaði Chick-fil-A núna, ég var eitthvað að greifa, ég veit ekki hverju. Það er dagur 1, við erum strax byrjað að borða óholt. Við verðum að vera duglegir í ræktinni sko. Við erum að fara í Walmart, í rauninni bara að eyða tíma því við fáum íbúðina klukkan 5. Ég ætla að kaupa mér stuttbuxur af því ég er að deyja úr hita. Þetta er bara, Sko ég var að ræða hvað þetta er ógeðslega stór Walmart. Back to school, það er bara 8. júli í dag. Smá reality checka á þá sem er að fara aftur í skólan. Óli, hann er núna að vlogga. En mér langar smá í mína eigin vloggkameru og ég held að þessi var í Geðvik, actually. Má ég sjá. Hún er svona 1900 og eitthvað. Hvað kostar hann? Ég veit ekki, ég ætla að skanna. Ég elskar svona hvað er ógeðslega mikið af svona vlogdæmi en svona ljósum og eitthvað. Þetta er samt actually mjög sniðugt. Hún kostar $31. Sko, tipp frá Óla. Ég er búinn að sjá rosalega marga vera að kaupa svona mikrofóna á einhverju netsíðum og eitthvað og nota í TikTokum. Frábært er að kaupa mikrofón. En ef þið eru að kaupa þennan, hvað fokkanum er að gera? Þetta er versti mikrofón sem til er í heiminum og þegar ég sé fólk gera TikTok með þessu mikrofón, ég fæ bara svona, mér líður bara illa. Eins og góður maður segi, það er hægt að fyrirgefa fólki fyrir léleg vídeo en það er ekki hægt að fyrirgefa fólki fyrir lélegt hljóð. Ekki kaupa svona mic, bara do it for me. Heyrðu, kaupa þetta, geðveikt. Herri, hún er á 50% aðslættir, hún er á $40 af því hún er reynilega mjög mikið hoppandi og skopandi. Geðveikt sæt samt, grínast. Geðveikt í PetSmart, þú getur keypt þér sko tarantúlu $30. Hljómar eins og geðveikt kaup, svona ángríns. Tjóðlega er PetSmart geðveik búð. Ekki sammála Silla? PetSmart er geðveik búð. Geðveik búð. Ég var að kaupa hérna hálsól fyrir Gilbert út af því að honum tókst að festa hana í búruna skuffa og Guffi naga hana þannig hún er ónýtt, þannig við keyptum bláa og hann er appelsínugulegur þannig hann svolítið svona blár þannig að og uppáhaldsdóta hans er mús þannig að It makes sense. it makes sense. Nei, þetta passar fullkomið í skottið. Ángríns. Klukkan er búin að slá 5 og við erum búin að fá Airbnb. Þetta hérna er semst herbergi okkar Sillu. Bara mjög fínt. Við erum meira að segja með baðherbyggi inn á herbygginu. Risastórt. Og fataherbyggi. Ég held ég gera house tour og svona amenities tour í næsta vloggi til að hafa eitthvað efni þá. En við erum alltaf með stofu og voru í Seldus. En alltaf þetta er risahús. Það er ekki eðla hátt til lofts. En já, ég ætla að gera house tour í næsta vloggi. 6:30, það eru 35 gráður úti. Nice. A head of iceberg lettuce. Þau eru að fá sér I mean, this is a kálhaus. side of mayonnaise. He takes a picture of it and he has to go to the hospital. Sko, þetta er fáránlega stórt. Sko, klukkan er 10 og níða myrkur. Það var bjart fyrir hálftíma, sem er geðveikt. Alla, við erum komin í AEB að vesla í matinn. Veit ekki hvað er. Ertu að grínast? Þú veist, hvað er að frétta? Ég hef heyrt everything is bigger in Texas en er að ræða þetta smjör. Þetta er smjör! I can't believe it's not, ok, ég reyndar I can't believe it's better en þið fatti. Sko, þetta er stórt en þetta er stærra. Þú veist, setjum þetta á hausinn hennar Sillu, bara svona í samhengi þá er það jafn stórt á hausinn hennar Sillu. Klukkan er 2:30 í Íslandi by the way. Við erum velkomin í vlogg númer 2 frá Texas. Það er fyrsti dagurinn okkar. Sko, vloggin átti að vera fyrsta vloggi átti að vera bara eiginlega ferðavlogg / fyrstu dagarnir. Svo endaði með að setja bara í eitt vlogg, literally. En það dagur 2, við vorum út að borða í gær með fjölskyldunum hennar Sillu. Það er ástæðan af hverju við erum hérna, af því að við erum að heimsækja þau. Þau hafa ekki farið til Texas í hver 7 ár, 2018, 2019 cirka.
Ég held það. Ég hef aldrei farið til Texas. Sem sagt Silla á afa hennar og mamminar á 3 systur vil ég segja. Og við basically fórum út að borða á einhvern stað, einhvern svona Austin Southern stað. Mjög fín, vorum þar í svona 2,5 tíma, spjalla heilmikið. Svo fórum við að versla okkur í matinn í H.E.B. Ekki versla okkur í matinn, ég og Silla stökum inn og ætluðum bara að kaupa bara morgunmat, bara eitthvað til að geta borðað á morgun og eitthvað að drekka. Endum á að eyða $86. Dagurinn í dag er bara að fara að chilldagur. Við erum að skjótast í nokkra búðir. Svo ætlum við líklega bara að fara á sundlaugarbakkanum, slaka á þar í smá stund og elda okkur fínt. Elda okkur fínt að borða. Við ætlum bara að elda okkur eitthvað gott að borða. What's up vlog, welcome back to my YouTube channel. Í dag ætlum við að byrja dagina. Við byrjum dagina á fyrir ræktina. Þannig í rauninni næsta sem við ætlum að gera er að fara í búðina til að kaupa allt sem við þurfum til að borða. Nákvæmlega sem hún sagði, klukkan er 8:43 að dag 2 í Texas. Sko allar kerrur í Ameríku eru náttúrulega bara eins og Costco kerrur í Íslandi. Já, sterk og dugleg maður, wow. Svona með við erum hérna, mér langar að taka smá könnun hvað það kostar í búðinni hérna. Af því að sagt okkur að fara í þessa búð en ekki þú veist Target eða Walmart, það sjá að vera ódýrara greinilega. Ég er forvitin að sjá hvað það kostar versus Íslandi. Silla er í peysu sko, klukkan er 9, það er samt 29 gráður úti. Þetta er flott búð, það er bakari, það er fish market, það er meat market, það er ostamarket. Við erum ekkert að grínast þegar fólk segir að það er allt stærra í Texas. Þetta hérna er rauðlaugur, bíða aðeins. Þetta hérna er bara svo venjulegur laugur. Mér vantar mini-útgáfu greinilega. Og þetta er stór rauðlaugur, 89 cent. Það er, þetta er 111 krónur fyrir samt risa rauðlaug. Ég veit ekki hvort það sé gott eða slæmt. Paprikuna voru $3 fyrir 2 paprikur. Sko, á Íslandi þú getur keypt svona salatblöndu eitthvað. En af hverju er ekki hægt að kaupa þessa kál? Af því þú veist, mér finnst kál alveg gott. En mér finnst ógeðslega leiðilegt að kaupa stóran kálhaus þegar ég er bara ein að borða þetta. Þetta er miklu sniðugra. Já, og hann kostar $1.89. Við erum að velja hakk. Everything is bigger in Texas. Þetta er Texas size hack af hakki. Góð verði, 27. 2,39 pounds sem er svona mikið og kostar 17.18. Það verður ógeðslega leiðilegt að klippa þetta vídeo og vera alltaf að googla og kalkulata allt. Bara Ólið sem er eitthvað þetta vídeo, I'm so sorry. Chicken breast, 2,85 pound á $7.10. Þetta er aðeins ódýrari en á Íslandi. 5,89 fyrir, stærsta ostapakka sem ég sé. Það spurja mig margir, Óli, hvernig bragð af Pringles dreymir þig og verður að fá í Ísland? Leð mér að segja ykkur. Beer braised steak og beer cheeseburger. Bragð af Pringles. Fólk er geðbilað enn úti. En það tökum við eggjapakka, þetta er 12 egg, kosta $2.66. En við ætlum að kaupa 30 egg. Það verður, skemmtilegt. Kassa af Coke Zero með 12 dósum, 8,42. En það sem ég vil minna þessi best er að það er mini-útgáfa af öllum góðsunum til. Þannig að þetta eru svona dósir. Það eru 10 mini-cans. Ég er reynda virkt aðeins dýrara. Þetta er á 6,84 og með að 12 með $2 dýrara og það er miklu stærri dósir. Þannig að you do the math, guys. Og svo líka ef að tala 3 lítra dósir, ertu að grínast í mér? Eru á svona mikið? Ertu að grínast? Svo er líka gósgangurinn bara heill gangur. Sko, Pokémon Jóru þetta er á $4.99 sem er alveg fáránlega dýrt. En samt er þetta líka ógeðslega dýrt á Íslandi þannig að það jafnast út. Það eru fleiri skrýtnar Pringles bragðtegundir. Texas Barbecue Brisket, Smoky Mesquite Barbecue, Spicy Guac, Mexican Street Corn, Spicy Loaded Nachos, Dill Pickle. Þetta er skemmtilegt. Við erum bara með tortilla í matnum og keyptum Doritos á svona mikið, en þetta er aðeins stærra en Íslandi samt. Kókapöf sko lítill pakki á $2.97, Family Size á $4.47. Morgunverðið er náttúrulega bara endalaust. Confetti Cereals, Honey Nut Cereals, Protein. Það er endalaust til. Þetta er skemmtilegt. Þetta sé gott. Þetta er auðvitað gott. Og smakka þetta? Já, smakkum þetta. $5. Cereals er á $4.47. Pakki af Bulldog núlum. Kostar $6.98. Við vorum hérna í svona cirka klukkutíma og það kostaði $112. En þú veist, við tókum eitthvað og svo mamma taka eitthvað. En sko ástæðan okkur var þetta svona dýrt út af því ég tók shampoo og hárnæringu frá hana Redken, eða þið veitir hvað það er. Það er ógeðslega overpriced á Íslandi. Já, og svo líka geðsneita. Það er gæi sem bara vinnur við að setja í póka. Wow. Búðin var bara skemmtileg.
Já, sorry ef meðri hlutin af vlogginu fór í að skoða hvað verð kostar. Algjört svona boomer alert, en nú er klukkan akkurat 10 þannig að höldum ferðin okkar áfram. Sko, ég er búinn að vera að reyna að leita einni treyju ógeðslega lengi og það er svarta norska treyjan á H&M. Hún er ekki neinstað til á Íslandi. Ef ég ætlaði að panta hana og myndi hún ekki koma í tíma. Soccer Post, America's Soccer Shop, samkvæmt Instagraminu þeirra á hún að vera til. Ég er mjög spenntur af því að ég vil aldrei sé fótboltatreyjubúð í Bandaríkjunum, en við skulum tjekka á þessu. Heyrðu, sko erum við Mexíkó, Argentínu, Spán, South Africa, Belgíu, Kólumbíu, reyndar Luis Díaz Kólumbíu treyja, Geðvik, Þýskaland, heyrðu ég er akkurat í þessari núna. Portugal, Ghana, Morakó, Egyptaland, Paragvæ, hvað segirðu? Þessi er Geðvik reyndar sko, við erum með Króatíu, þarna er hún, norska treyjan maður, ertu að grínast? Kanada, Tyrkland, það er öll H&M-legin hérna. Brasilía, þú veist það er meira þess að Suður kóreska treyjan sem er reynda Geðvik sko. Norska treyjan, hún kostar vissilega $100 en ég bara, nei sko, það eru öll legin. Svo erum við með Bosníu, við erum með Kongo, við erum með Paragvæ, Morakó, Egyptaland, Ghana, þú veist, you name it, það er hérna. Og nú erum við komin heim, ég loksins bara fékk norsku treyjuna, ég er búinn að leita henni svo lengi. Hún var loksins til hana, ég var ógeðslega lengi að leita af þessu á netinu. Ég loksins fann þessa einu búð sem selur þetta og það voru nokkrar eftir og ég er mjög sáttur. Ég er búinn að leita þessar treyju ógeðslega lengi. Mér fannst rauða aðaltreyjan hjá Noregi, mér fannst hún ógeðslega ljót, sorry. Mér fannst hún svo ekki flott. Fyrr en H&M byrjaði þá var ég bara ok, veistu hvað, hún er actually flott. En mér langaði alltaf í svörtu treyjunum, mér fannst hún alltaf svo clean og mér langaði helst að fá annarkost Núsa eða Holland merktan á. En þeir voru bara ekki með merkingar, því miður. Og þú getur merkt en þá var það ekki official stafinir og þá geta það komið eftir svona 5-6 daga. Í dag er 50 dagur, nú erum við að keppa á laugardaginn og við erum að fara að hitta fjölskylduna, Silla og fara eitthvað svona watch party. Við erum að horfa á Noregur, England og Argentína, Sviss. Þannig að ég ætla að vera í treyjunni, ég er líka með Englandstreyjuna mína, en þau eru öll hálf mexikósk, eða er whatever, allavega. Ég þori ekki að fara í Englandstreyjuna því að náttúrulega Mexíkó tapar mot Englandi. Ég tek hana samt með, svona just in case. Núna er komið að house tour hér í Texas. Ég vissi ég hefði bara takið upp í gær þegar allt var hreint af því að nú er allt á hvolfi. Byrjum á því að labba hennan ógeðslega langa gang. Kemur inn og þá er annar langur gangur og það er ógeðslega hátt til loft eins og þú sér bara þessa hurð. Ég næ svona og ég er náttúrulega 1,94. Herbyggi 1, baðherbyggi. Herri já, þið verða að sjá þetta. Þetta er stærsta þvottavél sem ég hef séð. Þú veist, við sjáum bara höndina. Þvottavél og þurrkar hérna, næs. Svo löpum við hér. Við erum með sófa og sjónvarp. Stór eldhús það er allt á hvolfi, við vorum að búa til hádegismat áðan. Mjög stórt eldhús bara, actually. Förum hingað inn í herbergi okkar Sillu og eins og ég sýndi þetta í vlogginu í gær, þá erum við með baðherbergi og svo fataherbergi. Svo erum við líka með stóra svalir. Svalir sem fara alla leið hingað og yfir horni, wow, vindur. Sem sagt, þarna er gymmið. Við fórum í gymmi í morgun, það er sundlaugina líka. Það var gott veður í dag, það var 36 gráður. Ég vil að sýna ykkur hvað við erum með í ísskáp. Við erum með Capri Sun, við erum með Powerade, við erum með Sparkling Water, við erum með Mini Coke Zero, við erum með Mini Diet Coke, við erum með Mini Fanta. Þessar dósur eru besta í heimi. Stundum fæ maður þessi stóra dós, þið sjáu bara munin. Og maður er ekkert það þyrstur, en þetta er svona fullkomið. Svo erum við með gallon of milk, við erum með smjör, við erum með fyrir takkakvöld og pizzakvöld, við erum með ostar, við erum með vatn, við erum með skýr. Hakk og kjöt og pilsur og osta, sko 900 g osti og grænmeti þannig. Og svo erum við með morgunkorn hér. En í dag er ekkert að vera meira sérstakt að gera, við erum búin að gera allt. Silla og mamma og Sillu fóru í Target og voru að versla eitthvað. Ég er mjög hræddur af því að Silla er með kortið mitt. En svo þegar þær koma heim þá ætlum við bara að fara að elda mat og basically bara hafa kósí kvöld. Þannig að það er ekkert sérstakt að fara að gerast meira í dag. En ég veit á morgun sem er dagur 3 í Texas, í dag er dagur 2. Tæknilega sé dagur 1, en við komum í gær. En við komum svo snemma þannig að það er tæknilega sé dagur 1. En í dag er fyrsti heilu dagurinn, þannig að segjum að í dag er dagur 1. Þannig að á morgun er dagur 2 og við erum að fara í roadtrip til systur hennar mömmu Sillu. Við ætlum að fara á Buc-ee's sem er risastór bensínstöð, mjög spennt að sjá það. Við erum að fara í risaðlugarð, ég veit ekki, ég bara sagði já, ég þarf að koma með. Og við erum að fara á ranchinn hjá
því fólki. Meðan ég í Texas þá eru nokkru hluti sem ég langar að gera. Mér langar ógeðslega mikið að fara á svona shooting range. Ég hef aldrei gert það, mér langar ógeðslega mikið að pröfa þetta. Þetta er svona Texas thingy. Mér langar að smakka barbecue brisket hér í Texas. Mér langar í cowboy hat. That's it. Þetta er einu 3 hlutum sem ég bið um. Hér er svo líka eitt skemmtilegt. Alla kókdósunar eru með svona fylkjónum sínum á. Eins og hérna er Colorado og hérna er Kansas. Og ég er búinn að taka það verkefni á mig. Í staðan fyrir að henda þessum dósum. Það var markmiðið mitt í ferðinni að safna öllum. Svona Pokémon vibe, gotta catch them all. Hérna eru við með Arkansas. Og það vantar, þannig að setjum það upp. Og eins og eru komið 4 fylki og Puerto Rico, ég veit ekki hvað það er. Já, sem sagt, Silla og mamminar fóru í Target fyrir 2,5 tímum og þær voru að koma tilbaka. Segja mér hvernig var? Það var gett nice. Engin þú, engin Julian og engin Jóel, bara ég og mamma. Og ég eyddi $236. 236? Já, og mamma 423. Hvað er að kaupa? Ég var að kaupa lotion, ég var að kaupa rakvél, ég var að kaupa... Hvernig náðir þú að eyða $400? Bílsessa. Bílsessa kostar ekki $400? Nei, hún kostaði 5 skall. Það eru svona $35? Já. Og ég keypti eina buxur. Þetta er ástæðan af hverju the spending police kemur Nei! með. Þannig að það voru næstum $700 samtals, þið tvær. Já. She's from Texas, I can tell by the way he's two-stepping round the room. What the hell, yo? Dag 3, það er fössari, ég er í spánatreinu minni af því að spátnar voru að keppa. Já, við erum sem sagt komin inn í Target. Þú eittir $200 minni í gær. Plana eða jafn miklu núna eða kannski bara taka þessu eðlilega? Ég er alveg til að jafn mikið. Já, við erum ekkert að fara að gera það. Við erum sem sagt að taka smá pitstoppin í Target af því okkur vantar nokkra hluti. Ég skil ekki okkur vantar alltaf eitthvað, en það er gaman að skoða. Svo erum við að fara í risaeðlupark. Það verður áhugavert. Og svo erum við að fara á Buc-ee's, við erum að fara í kúrekabúð. Þessi föstu dagur verður geðveikur. Ég elska hvað ég segi, ég mun gera 3-4 vlogg og það er dagur 3 og ég er á vloggi nr. 3. Þetta verður spennandi. Höldum áfram með Target. Silla er að leita sér einhverjum Octoberry. Má ég fá svona fyrir airtagið mitt á lyklavörðuna af þetta er smá svona fancy. Ertu með airtag á lyklakippninni? Já. Mér actually vantar svona lightning snúru. Ég gleymdi minni heima og ég er með gömlu Airpods Maxin og þau eru að deyja þannig að ég þarf þetta. Ég ætla að kaupa þetta hérna út af því að mér vantar svona. Já, Silla er sett með Airpods case. Hún keypti sér líka mini-bursta sem er, já, ég er mikill áhugamaður bandarísnammi og einn af mínum uppáhalds YouTuberum, Ryan Dre, hann er náttúrulega með Joyride-nammið og hann býr í Austin, Texas. Þannig að eina markmiðið mitt næstu 3 vikur er vonandi sjá hann í einhverju Target-búð. En ég sé að það er komið nýtt Joyride Lemonade Stand Sour Smacks, tökum það, og Sour Soda Bottle Gummies. Nice. Sko, ég ætlaði ekki að gera neinn TikTok en ég var hann úti. En í Target þá er ég að sjá fullt af nýju nammi. Þetta er basically bara Joyride og Oreo. Þannig að við ætlum örugglega að taka upp USA nammi taste test í dag á morgun til að eiga inni. Ég ætla ekki að gera neinn TikTok hérna úti en I guess we're doing it. Þetta er litlir bara Joyride og Oreo. En stay tuned. Ok, ég var að finna Silla aftur. Hún er komið buxur og ból og brúsa. Ég er bara með nammi. Og ég sá svo svona leggings. Ég ætla að máta það bara. Ég skil ekki hvernig við náum þessu alltaf. Jésús. Já, allt í góð. Þessi Tesla-bíl er geðveikur. Ég vissi ekki að hann væri komin út. Yes, what size? Stoppum á Starbucks. Ég er svo sættur á kameran þetta. Ég fekk mér Strawberry Acai Lemonade. Smakkaði þetta í Miami, þetta var mjög gott. Smakkaði þetta þegar við vorum að landa upp á flugvöll. Skál. Já, fínt. Og núna er ég komin í Dinosaur Park. Þetta verður skemmtilegt. Sko, þetta er basically einhver garður þar sem við erum að fara að skoða risaeðlur. Ég veit ekki alveg hvort þetta hentar mínum aldursflokki, en já, við erum að fara að labba og skoða plastrisaeðlur. Skemmtilegt. 6 foot. Ég er meir en 6 foot. Sko. Þetta er mín skoðun. Svona Ég held að við séum ekki í rétti aldursflokkurinn en... Þetta er á stefni í einhverja sýru. Silla er mjög spennt eins og þið sjáðu. Þetta er svo risaeðlugarður. Það eru bara alvöru risaeðlur hér. Þannig að þetta er sko ógeðslega gaman. Vá, þetta er nú geðveikt. Vá, þetta er nú geðveikt. Jæja, þá höldum við áfram. Vá, en gaman. Þetta er ekki eldri á gæðanum. Very long, like 6 foot long. So cute. Nú erum við komin inn í einhverja alveg Texas búð. Insane við Ameríku. Ég er núna í þessu íþróttabúð og getur keypt byssur hérna. Það er daldið skrítið.
Það er bara fullt af byssum til söluðina. Smá sorglegt við þessa búð. Ég held að hún sé að fara á hausinn. Þú veist, það eru heilu ganganir, það sem er bara ekki neitt. Höldum áfram. Við erum semst komin á Buc-ee's og þetta er líklegast einn stærsta bensínstöð sem ég geti fundið. Hún byrjar þarna og það eru dælur allar í þangað og fleiri hús þarna. Ég held að það séu yfir 110 dælur bara á þessari bensínstöð. Til samanburðar við Ísland þá eru svona 1200 bensíndælur á Íslandi. Ef við miðum við 5-6 cirka á hverja stöð. Þú veist, þetta er insane. Það sé svo mikið að vera túristar. Og núna erum við komin á Buc-ee's. Förum og skoðum. Eigum við að ræða þetta. Heyrðu. Hvaða köld eru við komin í? Það reyndar lítur fáránlega vel út. Vá. Hversu vel lítur þetta út, Silla? Mjög vel út, sko. Sérðu það sem hann er að shoppa. Oh my, wow. Það er svo góð lykt hérna, sko. Oh my god, þetta er lukkudýrið. Hello. Ég veit ekki hvað dýr þetta er. Hello. Þetta er mjög skemmtilegt. Thank you. Thank you. Oh, thank you very much. Ég var að hitta the one and only Buc-ee, sem er bensínstöðin. Wow. Og ég fekk líf með það, geðveikt. Ég hef heyrt að klósettinu hérna sé mjög fín, en ég er alveg picky, þannig við bara sjáum. Eigum að hendi eitt closet review. Ok, þetta er eitthvað sérstætt. Ég hef séð flottara, to be honest, sko. Heyrðu, og svo hérna erum við með heilan vegg fyrir gos. Þetta glas kostar $1.19 og endalaust refill á $1.99. Það er gott verð. Það er samt að allt gosi er eiginlega bara eitthvað random fyrir utan eina sem ég kannast við 7up og Dr. Pepper. Annars er þetta bara allt eitthvað bull. Ops, sorry. Heyrðu, það er heilt bakari inni í þessari bensínstöð. Það er chicken and fries, brisket burrito, chicken burrito, Texas cheesesteak. Heyrðu, fullt af jalapeno hérna? Nei. Þetta er beef jerky veggur og ég fíla alveg beef jerky en það þarf eiginlega að vera sko hunangs. Það er pottið til hér. Ég sé sko jalapeno honey en ég er bara að smakka það sko. Mér finnst það actually mjög gott. En svo líka til hot and spicy þannig kannski við smökkum það líka. Vistu við erum hérna? Heyrðu, þetta fer lengra og lengra og lengra. She did not get a photo. Oh, okay. I'm gonna take... Silla, flott. Og brosa Silla. Glæsileg. Thank you. Alli, þú ert svo mikið fíbl sko. Þú ert svo mikið fíbl. Þessi bífur er út all. Ég held að Guffi myndi vilja þennan. Hann er sett á bansakall. Nei, hann myndur glæska þennan líka. Já, en þetta er... Já. Sko, þessi beaver, er þetta það, beaver, Já. er á öllu. Þá meina ég sko öllu. Það er náttslappir og af hverju er hann low-key cute og af hverju langar mér að low-key hann. Ég lifi í náttslapp. Það er, wait. Towel wrap. I low-key need that, sko. Það er líka svona travel kit hérna. Yep, anyways. Það er literally allt tengt þessum helvindis beaver. Cookie dough bites. Þetta, sko, hvað eru margar kaloríur í þessu? Ég er búinn að finna kaloríunar á þessu. Svo bara fullt af gökum. Það er sko þessi beaver á öllu helvindis namminu hérna. Þetta er endalaust. Við erum á bensínstöð. Nei, nú er þetta alveg komið út í hött. Við erum með floaty, við erum með töskur, við erum með fótbolta með Buc-ee's. Við erum með stuttbuxur, þegju, sund, gleraugu. Hvað er ekki til hérna? Ég skil þetta ekki. Svo þetta er, Nóa gósi. Sko, ég veit ekkert hvort þetta sé stærsta bensínstöð í heiminum eða hljómar bara mjög cool að segja. Sko, ég held að þau elski sig rosalega mikið. Við erum svo miklir túristar, Silla. Það er hundadót hérna. Má ég sjá. Geðveikt. Það er hægt að kaupa föt á Guffan. Og líka til að þrífa loppuna. Og til að þrífa loppunar. Hvað er ekki til í þessari búð? Þetta er eins og Costco og Sterum. Þið voru að velta fyrir ykkur, er ekki örugglega til flip-flops og inniskór mertan Buc-ee's? Jú, það er líka bara til venjulegir skór og sundskór og inniskór og já, allt saman. Langar ógeðslega mikið í eitthvað svona magnet. Hundataumur með Buc-ee's. Hvað er ekki til hérna? Heyrðu Silla, þú er örugglega flott í svona Buc-ee's bikini í sumar, er það ekki? Það er ól, auðvitað er Buc-ee's með plástra og varasalva og karamellu popcorn með cookies and creambræði. Hvað er ekki til hérna? Menn að segja okkur hvað fannst, Silla. Svona room spray. Holy shit, hvað góð lykt þessu. Og já, þetta er auðvitað merkt Buc-ee's eins og, já, allt annað. Þetta er ógeðslega góð lykt. Ég myndi bara heima Þetta er svona Disneyland lykt. Oh
my god, já. Ef við kaupa svona. Þetta er svona main street leik. Ef við kaupa svona. Já, fajita krydd, já, að sjálfsög. Já, enn og aftur, það er allt til hérna. Það er fajita krydd og milk chocolate og... Hvað er ekki til? Steak krydd, já. Við keyptum okkur sliced bacon sandwich. Ég er ekkert eðlilega spenntur að smakka það. Þetta voru dýrferð, já. Já, það eru fullt af orkudrykkjum minna, ef þið voru að pæla í. Silla, ég væri til í risastóran inflatable beaver sem stendur party time á. Þetta þessi passar svalina. Já, kannski getur við að taka þennan heim. Ok, við ætlum að smakka brisketið. Við fengum okkur sliced brisket sandwich. Have you tried this? Yes. Is this good? Yes. All right, I'm trying it for... Delicious. Which one did you get? The brisket? I got the sliced brisket sandwich. Awesome. Good, ok, það er local approved. Ertu spennt? Já. Ertu að grínast? Wow. Sko, ok, þetta er bara hamburgerbrauð, brisket og barbecue sósa. Ertu tilbúinn? Wow. Ok, smakkum þetta. Gott. Þetta er insane. Heyrðu, takk fyrir í dag. Og þá erum við búin á Buc-ee's. Þetta var skemmtileg ferð. Það er 37 gráður úti, klukkan er af þetta í 4 og veitum $44 inn á bensinstöðinni. Sem er bara verið sloppið. Jæja, þetta er flottur bíl. Sko, mér langar að gera nokkur hluti í Texas. Við erum búin að fara á Buc-ee's og núna erum við að fara í Texas Boot Company af því að mér langar að máta kúrikahatt og kúrikaskó. Eitthvað svona cowboy shit. Þetta er stór búð. Það er allt stærri í Texas og jú, þessi búð líka stærri. Þetta er bara búð sem selur kúrikahatta og kúrikastígvél. Þetta er alveg stór. Mjög næs. Líka mjög dýr. Hérna erum við með krókódíl, hann kostar 560. Hérna erum við, ég veit ekki hvað. Þetta eru svona Texas skór eitthvað. Þetta eru þú veist, já þetta eru rosalegi skór. Þessir hérna, hvað kostar þessir? Þessir eru enda geðveikir. Þeir eru á, ok, þeir eru á $1700, ég sá það áðan. Þessir hérna er á $2000 en þetta er rosalegi skór. Silla, hvað finnst þér? Er þið ekki flottur? Sko, mér finnst þessir eru flottir, þeir eru bara á $270. Já, ég held samt sko persónulega á Íslandi, ég held ég myndi aldrei fara í þá. En það er gaman að pröfa þetta. Já, þetta er skemmtilegt fyrir memories en mér langar núna að finna hatt. Nú erum við að pröfa hatta. Insane hattur, hann kostar bara $160. Ég var ekki búinn að átta mig á hversu dýrir þessir hattar voru. Er ég ekki flottur? Já. Henni er Björn og ég er með hatt. Er ég enda á að kaupa ekki neitt. Þetta var líka fárlega dýrt, en við förum á næsta stað núna. Ég var nákvæmlega að hugsa það sama. Sko, Silla hefur örugglega aldrei farin í bókabúð á ævinni, en það eru kísurinn inni og já, hún er sátt. Er það ekki, Silla? Jú, af hverju ekki senda í Íslandi? Af því allir eru með ofnæmi. Þetta er geðveikur aðrenaldur, bara úr alvöru bókum. Ég sé strax eftir að skilja myndalinn minna eftir út í bíl því að þetta er geðveik búð sem við erum í. Fullt af kertum hérna. Mér langar rosalega mikið í Labubu kertið. Eða Kim Kardashian eða Guy Fieri kertið. Geðveikt. Skemmtilegu bollar, fullt af áhugaverðum bókum. Þessi bók er skemmtileg og jú, þessi er áhugaverð líka. Þetta er nýja. Nei, byrju, það er twerk. Skalum 1/10, hversu mikið þessi hattur að öskra að ég er túristi. Þetta er geðveikt þægilegur hattur. Gat nú verið að Silla fann annan katt. Silla breytt. Alfí! Alfí, ertu með dót? Hann reynda skilur ekki íslensku en hlust. Ég veit ekkert hvort það sést á kamerunni en það er að rigna óeðlilega mikið. Það er bara svona dæmi hvað er blautt. Hvað ertu að gera? Það er insane mikil rigning. Heyrðu, og við erum að fara að pröfa að skjóta byssu. Það er sko hellidemba en við erum búin að setja nokkur targets þarna. Líkunar í hitti eru, ég veit það ekki. Nú er klukkan að detta í 9 cirka. Við erum klukkutíma frá Airbnb-inu, við erum búin að vera hérna síðan klukkan 6. Sérst í heimsókn hjá systir mömmu Sillu. Við erum að fá okkur pítsur og eitthvað. Ef við ekki bara enda vloggið og við sjáumst næstu við sjáumst. Ég ætla að afsaka að kameran er ógeðslega skökk. Ég er ekki með 3 fót þannig að ég er að stafla þessu upp á pappadiskum. Af hverju er ég að halda á sápu? Honey Nut Cereals með próteini. Mér langar að smakka það. Opnum við það. Tökum við mjólkina. Smakkum við það. Þetta er
bara eins og venjulegt tönnunátt Literally engin munur. Gleðilega helgi hér frá Texas. Þetta er vlog númer 4. Fyrsta skipti sem ég ætla ekki að gera eitt vlog á einum degi. Það var actually að dreifa þessu vloggi yfir helgina því ég veit ekki hvað maður að gera og það er ekki planað. Við erum að fara í ræktina núna. Við vorum að tanna en ef maður þarf að koma að hellidampa. Ég ætla bara að taka hálftíma núna. Síðan ætla ég bara að gera mig til og síðan erum við að fara til systur mömmu að horfa á Noreg-England. Já, smá HM watch party. Já, bara við ætlum að taka stutt. Hálftíma kardio örugglega. Því við fórum ekki í gær og okkur líður illa. Þannig að vloggið byrjar að við ætlum að fara í gymið. Sko, við erum að labba út og rigningin er að byrja akkurat núna. Þetta er ástæðan fyrir ég tók sko handklæðið með mér og því rigningin hérna er insane. Þetta er tilbúin. Já, við erum bara að reynda að hlaupa í þetta þarna hús en jú, Silla hleypur. 30 mínútur búið. Ég er tilbúin, já. Æjæjæj. Anyway, það sem ég ætlaði að segja er að við erum búin í ræktinni. Þetta er alltaf það sem ég tók og þetta er það sem Silla gerði. Hvernig heldur að leikurum fara á eftir? Ég held að England vinni. Hversu mikið? 2-1. Ég held að Noregur tekur þetta 2-1 og ef þið horfðu á vlog nummer 2 þá er ég komin í norsku treyjuna mína. Við erum að fara í smá watch party just in case England skorar. Þá geti ég skipt treyju. Ég er samt mjög hræddur að gera það því að þau halda með Mexiko og England slá Mexiko út. Þannig að kannski er slæm hugmynd. Förum við þangað. Dave er búinn að spotta eitthvað úti. Við erum alltaf að hitta nýjan hund á hverjum degi. Við erum sérst að fara að smakka root beer í fyrsta skipti. Ég hef aldrei gert það áður. Ég veit ekkert hvort þetta sé gott eða slæmt, en þetta er mjög vinsælt gosinn í Bandaríkjunum. This is very popular, right? Yes. Yeah. And do you like it? Yeah. Does it taste like beer? No. No. It tastes like licorice. Yeah, it's a little earthy. You're gonna like it. It's hot, so Yeah, it tastes like licorice. yeah. Like, yeah. Nailed it, right? She's like a no. It's a no. Þetta er ekki gott. Það er burger og þetta er smá culture shock af því að þetta er ekki þykkasti ostur í heimi og ógeðslega svona, hvað myndi ég segja? Já, hann er ekki þú veist, við kjöti, hann er smá svona öðruvísi í Ameríku. Þau voru að panta svona kíló af makkara frönskum, Zlatan Ibrahimovic sjónvarpinu, Life is good, Silla strögglaði að ná í hamburgerkjöti, þú stendur vel. Sko, við erum öll hérna eitthvað að horfa á leikinn, það er hálfleikur, ég er í norsku treyjunni og ég er í Englands treyjunni undir, svona just in case England skora og kemur yfir. Ég held samt með Noregi, þetta er bara upp á the comedy. Sko, við erum í svo ekta amerísku húsi Silla. Sorry, ég er eiginlega Instagram momentið hérna Sillu. Allt í einu erum við komin í einhvern amerískan fótbolta hérna. Og Jóel greip ekki. Já, nú er kameran mín upp á bíl, klukkan er 7, Noregur því miður tapaði. Hann er að spila amerískan fótbolta, það er stemning. Það er svo mikið humidity úti að linsan er að gufa upp slowly, sko. Það kemur svona á linsuna, þannig að skulum sleppa því. Sko, klukkan er 9. Við erum búin að vera í þessu húsi síðan klukkan 2 hjá systur mömmu Sillu, annað hús sem við vorum í gær. Og það eru svona 20 manns hérna. Og fullt af þessu fólki, ég hef ekki hugmynd hver er og ég veit ekkert hvort þið heyri í mér af því að erum við að grínast hvað Ameríkanar eru háværir. Þeir tala svo hátt að það er alveg magnað. Og þetta fólk er orðið svo hávært að ég held að Silla og mamma hennar eru farin þangað til að spjalla af því svo við heyri eitthvað. Seinni hálfleikurinn af Argentína og Sviss er að vinna, sér í gangi. Ég er svo mikið að vonast að Sviss tækir það. Auðvitað keyptu okkur venjulega pítsu. Þau pöntu aðeins stærri pítsu. Sko, svona í comparison, hérna er hendi mín. Þú veist, sjáu bara hvað þetta er insane stór pizza. Já, Mr. Ethan. Yeah. Is this normal here? This is one of the smaller pizzas we've had here at the Texas, at the Doherty household. Gleðilegan sunnudag, það er 12. júlí í dag, klukkan er 2, hvað erum við búin að gera í dag? Ekki raskat. Og Silla er rosa sátt að því að við erum að fara að gera uppáhaldshlutinn sem er Shopping, en ég þarf sko að fara út að koma með drekkur. Það er ógeðslega heitt og það er ógeðslega margir af því að það er sunnudagur. Ég veit ekki hvort það sést á síman en þetta er veðrið, 33 gráður og skýjað. Þetta er sem sagt skýjaðin í Texas, Round Rock Premium Outlets. Þetta er rosa líkt outletunum í Florida. Þetta er must í þessum hita. Við keyptum 2 kerti af því að var keyptu 1, fáðu hitt frítt. Og við Óli elskum kerti, sérstaklega á haustin, þannig að við völdum svolítið svona haustlegt. Og eina handsápu, Coconut Vanilla, because ég elska þá lykt. Og þetta kostaði $35 og 61 cent. Ég læt það vera, það er mjög gott verð. Við erum að máta skó í Nike. Silla er alveg bara á fullu sko. Ég er með rosalegan valkvíða.
Mér langar í hvíta. Við erum að velja okkur ekstra skó. Þetta er mjög erfitt. Easy dub. Nei, ok, þetta er gert til að ræna mann, sko. Síðasti sénsinn. Þetta er gert úr bara einhverju gúmmi, sko. Já, hérna vorum við rænd. Heyrðu, kamera mín er 8%. Við erum í outlet-málinu. Við vorum að klára Nike outleti. Keyptum bara 3 hluti. Silla keypti sér þessa skó fyrir ræktina. Þeir voru á $89.99 og ég keypti með þessi hérna skó fyrir ræktina. Þeir kostuðu $99.99 og svo keypti Silla sér bara svona basic Nike íþróttabuxur á $44.99. Eins og við sjáum íslenska verðið versus bandaríska verðið. Þetta er áhugaverður munur. Er þetta ekki smá girl með það að maður er búinn að græða smá cash? En já, svo er allt í einu komin Sephora-póki frá Sillu sem ég vissi ekki einu sinni væri komin. Það er eitthvað road stuff þarna inni. Já, ég veit ekki hvaðan þetta kom, en þetta er komið allt í einu. Og nú er kamera mín 7%, vonandi hún á pottið eftir að deyja. Þannig að við sjáumst örugglega næst bara út í bíl. Ok, við erum komin í bíó núna. Og við erum að fara að sjá Moana. Fyrir 2 miða borgum við svona $45 og þetta er 3D. Ég hef ekki farið á 3D sen ég var svona 10 ára. No joke. Og líka það góða verið, það er hægt að panta ekkert eðlilega mikið. Ég er reyndar fáralega spenntur fyrir þessu matseli. Ég er ángriðs að pæla að fá mig chicken quesadilla bara. Fried mozzarella, segir þú. Þeir eru pöntu mat. Ok, salsa sosa, þetta er guð. Og þetta er bara náttúrulega eitthvað úr Target eða Walmart eða eitthvað. Þetta kostaði bara við $10 en kosturinn var að þið komum með þetta að sætun okkar. Wow. Sýrfóðlega. Heyrðu, uppdata okkur, við fengum okkur stórt pop sem getur haldið hliðin á hausninu svo við sjáum hversu stórt þetta pop er. Já, mjög stórt sem sagt. En við deilum. Já, við sér að fengum okkur stórt pop og stórt kók saman til að njóta alltaf myndina. Það kostaði $20. Það er svo mikið. Það er, þú veist, það er bara allt í bíó er mikið. Það var jafn mikið og í bíónu sem við fórum í Florida. Sérlega með iPhone 17 Pro Max. Bara svona in comparison á gosinu. Þið bara sjáu hvernig stórt gos. Og núna er mánudagsmorgun. Sem sagt, já, það er mánudagurinn 13. júlí í dag og ég er að enda vloggið af því að þetta átti að vera helgavlogg. Það var mjög róleg helgi verð ég að segja. Með að við komin á miðvikudaginn síðustu viku, eða 50 daginn, ég manna ekki, miðvikudaginn, þá hef fyndið hvað ég er búinn að gera 4 vlogs núna þegar ég ætla að gera bara 1 á viku. En ég er að skemmta mér ógeðslega mikið að gera YouTube vlogs og gera eitthvað svona bull YouTube thumbnail. En hvað finnst ykkur þetta? Þú veist, finnst ykkur skemmtilegt að hafa svona long form content sem, þú veist, ég persónulega horf mikið á YouTube þegar ég er upp í rúmi að fara að sofa eða er að fá mér eitthvað að borða. Finnst mér gott að fara upp í sófa og horfa á YouTube. Þú veist, eru þið líka þannig? Finnst ykkur gaman bara að setja í bakgrunninn? Þú veist, mér finnst það ógeðslega gaman að setja bara eitthvað YouTube-vídeó í bakgrunninn á meðan ég, þú veist, er að gera eitthvað í tölvunni að vinna eða eitthvað. Þannig að, þú veist, já, þetta átti náttúrulega að vera 1 vlog á viku en ég er núna að byrja að uploada á 2 daga fresti sem verður skemmtilegt. Já, við sjáum greinilega bara eftir 2 daga í næsta vlogi. Það verður örugglega mánudagur og þriðjudagur saman. Vonandi verður það aðeins lengra en þetta vídeo. Markmiðið mitt er að vídeón verði að minnsta kosti í 10 mínútur. Horfum við bara á næsta vídeo með verður undir 10 mínútur eða þetta undir 10 mínútur. Ég ætla að hætta að tala. Við sjáumst í næsta vlogi. Endilega sendi mér á Instagram eða TikTok hvað viljið sjá mig gera í Texas. Er eitthvað sérstakt sem þið viljið að ég geri eða sjái eða pröfi eða eitthvað. Ég er opinn fyrir öllum hugmyndum. Það var eitthvað sem sagði í comments að prófa Robotaxi eða Waymo. Ég var að downloada appinu í dag, þannig að það kemur á næstu dögum. Annars segi ég bara peace out og bye. Like we used to. We don't even care enough to cry no more. Góðan daginn, guys. Það er nýtt vlog og í dag er mánudagur. Gleðilegan mánudag, Silla. Þetta vlog verður annarkvort 2, 3 eða 4 dagar, ég veit það ekki. Það er ógeðslega mikið mánudags veður úti. Já, það eru samt 35 gráður úti, en það er smá skýjað, þannig að við erum að fara í trampolíngarð. Það verður mjög áhugavert. Erum við alltaf gömul í það? Líklegast. Er okkur alveg sama? Já. Let's go. Já, þetta lúkkar aðeins stærra. Já, þetta lúkkar aðeins stærra en það sem við fórum í Florida. Það má ekki gera neitt nema bara hoppa. Þetta er ekki gaman. Bara gaman. Já, þú mátt bara hoppa venjulega, þú mátt ekki gera neitt flikka neitt. Sko það er dodgeball, það er lokað, það er fullt eitthvað risa dæmi hérna. Og það er undir 1.40 til að fara í það, nei 1.30. Kom svo Silla. Kom svo, go for it. Þú getur þetta. Hvað? Þú ert náttúrulega að taka þetta bara dun. Silla, ef það er 6 ára krakki sem getur þetta, þá getur þú þetta. Já, flott. Já, let's go. Það er svolítið krökkum að fara í vitlaus átt. Sko, ef að Silla gæti þá gæti ég þetta.
Þetta er bara stór hættulegur ostur. Þetta er stressuð. Já, ég þetta þetta. Sko bróðin sem er 1,40 hæð, 1,30 hæð, sorry, hann næri þessu. 1,20 með þessa. Sko, það eru bara svona 13 ára krakkar að vinna hérna. Ég er svona pínu stressuð að treysta þeim fyrir öryggi mitt, en... Jæja, eða eitthvað. Þessi græna er starfsmæður. Hún er svona 12 ára max, svona ángríns. Ég fekk ljótustu sokkana í garðinum. Silla, þú eru þessu loksins, þetta eru svona 6-7 metrar. Ég er ekki að reyna að finna. Æ, allt í góð, þú getur þetta. Já, 3, 2, 1, go! Já, já. Þú þarf bara að greipa í þetta. Nei, Silla. Silla ætlar að reyna á örugglega bleikaglimmer en þau þekkja hana rétt. Jæja, $4 er búin að eyðast í þessu. Við erum að henda öðrum $4 í. Þetta er svo mikið skam. Sjáu þetta. Þú veist, hvaða kjaftaði? Góðan daginn, guys. Við erum komin á In and Out. Ég held að þetta væri bara í LA hjá hann á flugvöllunum. En hann er víst líka hérna í Austin, Texas. Já, þetta er mjög vinsæll staður á TikTok og eiginlega bara í heiminum. Þannig að, já, ég er spenntur að smakka hann. Ice og Diet Coke. Þetta er svona pínu old school staður. Já, við erum sko 5 saman en frekjan í litla bróðum mínum þurfti að setja annar staðar og það er ekki pláss fyrir okkur öll þar, þannig að sko við fengum okkur eitt franskar saman, einar franskar. Og svo fekk Óli sér osthamborgara og ég fekk mér bara hamborgara. Og við þurftum að adda auka á og við erum með 2 drykki, medium gos, sem er eins og stór á Íslandi. Þetta kostaði samtals $15.59. Þetta myndi kosta örugglega svona $50 heima. Þetta lítur ekkert eðlilega girnilega út. Þetta grínast í mér. Heyrðu, þá erum við komin borgarann. Við skulum gera taste test. Ok, Silla er strax búin að dig inn. Silla, fyrstu viðbrögð? Sósan er góð. Sósan er góð, ég er mjög spenntur. Það lítur svona út. Fárlega gott. Vá, ég þarf að veðja að thumbnail á þessu vídeo verið við hana á In and Out hjá flugvellinum. Ógeðst, ef þið íttu á vídeóið fyrir það, I'm so sorry, það var clickbait. Ég gef þessu svona solid 9 einhvern. Þetta var bara ángríns mjög gott. Ég hef ekkert neikvætt við þetta að segja. Þetta var örugglega ángríns eitt besti hamborgari sem að ég smakað, þannig ég ætla að gefa hann 10 af 10. Mér finnst franskarnar samt ekkert eitthvað merkilegt. Við samt slátruðum þessu. Franskarnar voru bara svona 7 af 10, en borgarinn var alveg 10. Þú veist, franskarnar voru ekkert svona yfirburða. Þannig að stuttasagan er, ef þið sjá einhvern tímann In and Out, fara á smakkið. Ég held ég mun koma inn aftur árum förum heim. Við erum núna inn í Marshalls. Ástæðan fyrir tók kameran ekki inn eða því að ég held við varum ekki að gera neitt. En Silla er til. Sko, þetta er eiginlega allt sem ég er að vesla eru íþróttatoppar út af því að það er bara hags. Ef þú finnur íþróttatoppa, það er eiginlega oftast eins og New Balance og eitthvað. Það er miklu ódýrara eins og ég er búin að finna, það eru 2 pakka, 8 kostar $60 en er á 20. Sama, Calvin Klein toppur, reyndar ekki íþrótta heldur bara svona venjulegur. 8 kostar 35 er á 20. Það er svo mikið af svona Calvin Klein okkur. Nú er mánudagur, við komum hingað á miðvikudaginn. Fórum við ekki á miðvikudaginn? Nei, hvenær komum við? Á fimmtudaginn? Nei, við komum á miðvikudaginn. Við komum hingað á miðvikudaginn. Það er magnað, það er mánudagur í dag og ég er að fara í Target í annað skipti. Ég og Silla vorum að afreisa Target einu svona dag oft, sko. Þannig að við erum að bæta okkur, en já, við erum komin í Super Target. Shocker. Þetta er, já, risa Target. Silla er að reyna að justify að kaupa Nintendo Switch 2 bara til að geta spila Mario Kart. Hún kostar $449.99. Sko, ég er komin inn fyrir 1 hlut og það var tannkrem. Munið, 1 hlut. Af hverju lítur karfan svona full út? Smá ráð frá mér til ykkur. Ef ykkur vantar gott spil, skemmtilegt spil til að spila með fjölskyldu eða vinum, mæli ég rosalega mikið með Flip 7 og sérstaklega útgáfu 2 sem er Flip 7 heitir eitthvað með Vengeance eða eitthvað, manna ekki. Mjög gott spil. Mæli með að bara byrja á fyrsta spilinu. Þetta kostar $7.99 hérna í Target. Ástæðan fyrir að kaupa þeirra því að við gleymdum okkar heima og ég held við um 2 stykki heima því að okkur fannst það svo gaman og svo einhvern tíma fundum við ekki að við þurftum að kaupa nýtt. En svo, mér langar eiginlega að finna spil Flip 7 2 að því að okkur persónulega finnst það skemmtilegra nema ég er búinn að fara núna í 3 búðir og ég finn það í hvergi þannig að ég er að pæla að kaupa þetta hér af því að mér langar að spila þetta, þetta er actually mjög skemmtilegt. Mælum að checka á þessu. Það er líka rosalega margir eftir vlog nr. 2 þegar við fórum í maturubúðina að sýna hvað kostar í Bandaríkjunum versus Íslandi að gera meira og
gera núna öðruvísi vörur, sem sagt ekki bara matvörur. Nú ætla ég að koma í dæmi með óvalabrúsa. Óvalabrúsar eru ógeðslega vinsælir. Ég er persónulega á svona svartan og Silla á svona, ég veit ekki, 7 brúsa kannski. Og eins og sjáum við þá þetta er lítið úrval hérna í Target, en þetta er samt alveg slatti. Og á Íslandi, ódýrasti óvalabrúsinu sem ég fann á Íslandi var þetta hérna verð. Hérna kostar 29,99 á kaupið þetta hér og heima. Þetta er bara minnstastæðin, það er til 32 ounce og svo er líka til, svo er stærri stæðin á 34,99. Ok, við erum búin í Target. Þetta voru svona $195. Gerum haul. Heyrðu, við skulum fara við það sem við keyptum í Target og Marshalls og ég ætla að setja verði með í íslenskum krónum. Sko, ég verð að gefa Sillu heiðurinn á flesta af þessu. Hérna erum við með burstar sem við erum búin að opna og ég veit ekkert hvað er. Krókódílaklippur, ég veit ekkert hvað þetta er. Já, hérna er þessi bursti. Eitthvað krem, eitthvað bóludæmi, headbands, hárteygjur, 30 eyrnapinnar, fleiri eyrnapinnar, munnskól, einhver olía, hausar á tannbursta, Advil sem er basically bara íbúfen, einhver svona wipes, reusable shower caps, svo keypti Silla sér 2 pakka af tannkremi og ég keypti mér tannkremi mitt af því að það er búið. Mr. Beast sticks, þetta er basically af því að við erum að fara að gera USA með taste test. Svo keypti Silla sér stuttbuxur og einhvern ból, dropa. Ég keypti einn Alani fyrir USA með taste test, that's it í Target. Síðan fórum við í búið sem heitir Marshalls, þar sem ég hélt að varum ekki að vera eða miklu en veittum $132.75. Silla keypti sér New Balance toppa á 19,99, rektarsokka á 9,99, átti að vera á 17, Calvin Klein topp á 14,99, átti að vera á 38 og fleiri íþróttatoppa á 19,99, átti að vera á 60. Ég keypti mér mjög basic rektar stuttbuxur frá Reebok á 14,99, átti að vera á 40 og gymball á 16,99, átti að vera á 45. Overall bara flottur spartnaður verð ég að segja í Marshalls og af því ég nenni alls ekki að taka þetta úr pókanum, keypti Silla sér svona, er þetta í rúmteppi? Já, keypti innan teppi á $25. Mjög solid verð. En ég held að vloggi er bara búið í dag. Sjáumst aftur í næsta vloggi sem verður líklega þriðjudag, miðvikudag og fimmtudagur eða eitthvað, ég veit það ekki. Og nú er allt í henni komin þriðjudagur, við erum í smá roadtripi og þið myndi aldrei giska hvert við erum komin. Jú, við erum mætt á nýtt Buc-ee's. Vá, þetta er sem sagt stærra Buc-ee en þegar vorum síðast. Við erum semst að fara í dýragarð í San Antonio og það er klukkutími 1,5 cirka að keyra og það er smá pissupása og mönnspása. Þetta er aðeins öðruvísi. Þetta er nákvæmlega eins og það sem við vorum á. Smá breytingar en það er pakkaðin inni. Ég og Silla fórum síðast í sliced brisket sandwich. Hún var mjög fín. Við erum samt núna að pæla að fara í chopped brisket sandwich. En núna er ég með valkveða, af því mér langar líka í Carolina pulled pork sandwich. Ok, þetta er chopped. Já. Þetta er chopped brisket samloka. Hún lukkar alveg vel. Gott. Mjög gott. Betri en hitt. Þetta hérna góðs kostaði $1.19. Þannig að setja aðeins upp í andlitið, við langar bara að sjá. Akkurat. Ok, eitt af því sem er að koma mér óvart við þetta Buc-ee's er, við erum að labba henni inn og þau eru að óska eftir starfsfólki. Launin sem þetta fólk er að fá er að koma mér á óvart. Silla er bara að fá sér mjög spicy beef jerky. Ef þú ert verslunarstjóri á Buc-ee's, þá ertu að fá $200-275k á ári. Þetta eru cirka 20-30 milljónir, 2-3 milljónir á mánuði í laun. Geðveik laun. Þannig að ef þið viljið fara á Buc-ee's og vinna, þá mæli ég með. So I am with Carson. JP. Where, JP? Yeah. Insane name, wow. Where are you guys from? Cedar Park, Texas. Austin, Texas. So Buc-ee's is very normal for you guys? Yeah, Buc-ee's. Buc-ee's. Oh, yeah. We come here on like road trips all the time. All the time. What is your favorite thing about Buc-ee's? Probably the sandwiches. The brisket sandwiches. I tried that one on Friday. Now I tried this one like 5 minutes ago. They're so good. Very good. They're so good. I'm gonna come here many times. I'm in Texas for 3 weeks. I've been here 2 times already. I'll be here like 10 times. Okay, it's 3-card Monty, okay? Okay. So all I want you to do is follow the 5, okay? Okay. So we got a joker just like that. I want you to put out your hand. Put out your hand. All right, we got a joker.
We'll take it, okay? And we'll just flip it, and I'll give you the 5, okay? What do you have in your hand right now? I have the Joker. You have the Joker? Yeah. Or you have the 5? I have the Joker. The 5 is over here. You see how I did that? Sko, ég tók þetta extra large Buc-ee's glas fyrir roadtripping sem við erum að fara í. Við erum búin að keyra í 40 mínútur. Það eru 40 mínútur eftir og við erum að koma út í bíl frá Buc-ee's. Þetta átti að vera 5 mínútur stopp. Við erum búin að vera hérna í svona hálftíma og já, má ég sjá hvað er mikið eftir? Ég heyrist að það sé ekki mikið eftir. Þetta átti að vera fyrir roadtrippi, það er, já. Það er bara the ice eftir. Höldum áfram. Við erum komin í einhver dýragarð út af því að það er skýjað og þá er best að sjá dýrin. Ég er sko móð af því ég var að pissa og það var sko allt út í fokki kóngulóarvefum. Ég fæ svona bara klíu og tromba býta aðeins, ég bara get ekki býta aðeins. San Antonio Zoo wow, hún bara hreyfist, það er bara veisla. Og núna erum við komin í dýragarð. Það kostaði $72 fyrir okkur 2. Ég er spennt að sjá ljónin. Já, það er já, allt góðu fólk að labba fyrir. Það eru svona ljón hérna fyrir aftan okkur og risaeðlur sem hreyfast. Manstu þetta er risaeðlugarðurinn sem við fórum í fyrir nokkrum dögum, Silla? Já, þær hreyfðist ekki, þessi hreyfist. Þær voru plast. Strax betra. Rar, rar. Þessi björn er bara eins og einhver hundur, sko. Það er ekki fyrst gett sem dýrin er að koma. Þetta er örugglega gæi í búning, Silla. Dýrin er ekkert svona duglega að kíkja á okkur. Heyrðu, það er bara sundsprettur. Já, það er bara kósí. Þannig er please ekki að þetta. Hann er... Þessi vill spjalla við fólkið. Hann er eitthvað svo ánægður. Þannig er svona ángríns, please ekki að þetta. Ég er samt fann að halda að hann sé ekki alvöru. Þetta er nú stór flóðhestur. Þarna er einhver tiny lítil kengúra. Svo er einn bara chillin' right over here. Þetta er giant ass gorilla. Við fáum bara beint raskat hennar, Silla. Ég er rosalega hræddur að missa kameruna mína niður hjá þessum nashyrningum. Eins og við sjáum Silla skemmta sér rosalega mikið. Er það ekki, Silla? Já. Var ekki að spyrja mig oft, Óli, hvað er þitt uppáhaldsdýr? Jú, það eru gíraffarnir. Hversu sætir gírafar? Sjöðum hann baby gírafa. Hann er ekkert eðlilega tiny, þú veist, með við hinna. Þetta er eina leiðin, að fara í gegnum eitthvað svona bird fuglaheim og sko mín eiginlega helsta martröð eru fuglarnir, mér finnst þær ágæðislegir. Silla var svo rosalega þyrst. Má ég sjá hvað keyptið er? Þetta hérna, er þetta gott? Það smakar þess að rúsína. Já, kostaði líka $6.48. Insane verð, sko. Og þá erum við búin í þessum blessaða dýragarð. Ég ætla að gefa þeim solid 7 einhvern. Ég hef farið í betri, ég hef líka farið í verri. En það var bara, þótt að þessi skýjað, það var ekki það heitt, en það er samt ógeðslega heitt. Ég er ógeðslega sveittur. Þannig já, höldum ferðin okkur áfram. Ok, vlog, við erum núna inn á Chick-fil-A að fá okkur kvöldmat. Það er grunsamlega mikið að gera. Það er af því að það er Cow Appreciation Day. Sem ég skil ekki af hverju að þetta er kjúklingastaður. Og það eru allir klæddir eins og kýr. Og þá færðu frían mat, en þú ert samt að borga fyrir franskar og drykki. Þannig við borgum $10 bara fyrir drykki og franskar. Ég fekk frían mat og það er sem þetta klæðast eins og kú, eða lítið eins og kú, eða verið litin eins og kú og greinilega er ég það í dag, þannig að ég fekk frít. Þú veist, þarna er einhver sem lítur út eins og kú, þarna er fullt af kúm, þú veist, þetta er magna. Cow Appreciation Day, dress like a cow and enjoy an entry on us. Stendur í smáliturni, cow themed attire required. Og just like that er kominn miðvikudagur. Klukkan er reyndar orðin 3 og við vöknum klukkan 8. Og hvað er ég búinn að gera í dag? Nánast ekki neitt. Eins og ég sjáu núna er ég einn í húsinu okkar. Silla, mammina Silla og bræðurinnar fóru út klukkan svona 11. Fóru í IKEA að skoða og eru einhverju svona arcade dæmi núna. Af hverju ég heima? Ég er að horfa á England á móti Argentínu. Ég ætla ekki að missa honum. Það er búið að vera grenjandi rigning í allan dag og rigningin var að hætta. Fór samt í hálftíma gym áðan, annars er ég bara búinn að vera að horfa á leikinn og edita vlog og eitthvað svona þannig. En seinni hálfleikurinn er að fara að byrja, þannig að ég ætla að fara að horfa á hann sjáumst eftir leik. Heyrðu, og þá er allt í einu klukkan orðin 7, eða hálf 7. Þau eru ekki ennþá komin, þau fóru klukkan 11, þannig að mér er búinn að drepleiðast í dag. Ég ætla að fara í gymi aftur, svo ætla ég hugsaði, nei, ég ætla að frekar í golf simulatorinn sem ég er hérna. Labbaði þangað, nei, það er einhver þar. Þannig ég fór aftur inn í íbúð og hugsaði, hvað andskotar nú að gera? Sendi á Sillu, hvenær komið þið? Þau bara, við ætlum út að borða á Chili's með
sem sagt af hennar og frænkunnar. Ég bara, veistu hvað, fuck it, ég panta Uber. Þetta samt alveg sko, þetta svona 35-40 mínútna Uber. Og hann Wendell að koma eftir 2 mínútur á bláum Kia. Þetta verður spennandi. En ég actually mjög spenntur af því að mér langar ógeðslega mikið í Chili's. Ég búinn að kreyfa hann í, ég er ekki búinn að kreyfa það lengi. Mér langar að fara á mögur með úti og gott bara að nýta tækifæri núna. Líka bara ég var að fatta að ég er ennþá í ræktarfötum en þú veist, þau eru hrein þannig að þetta ætti að vera ok. Það eru 28 gráður úti núna held ég. Það er kalt hérna í Texas. Ég er mjög spenntur eftir nokkur daga þegar verða 35 plus gráður. En förum í Uber. Til að fekk sér kjöt og double mashed potatoes eða lúkar, smá eins og júllur. Og ég fekk mér steik og franska. Bara hérna. Byrjum daginn á líklegast stærstu bjöllu sem ég séð. Þú veist, in comparison á puttanum mínum, ef þetta þarf að fókusast. Já, þetta er insane stórt. 16. júlí í dag, 5. dagur. Silla er í rosa góðu skapi, eða ekki? Jú. Það sem við erum að gera núna er skóðbúðir. Þetta er síðasti skíadagurinn í dag. Eitt dag sem langar ógeðslega mikið að prófa er að panta robotaxi frá Tesla. Sá meinnum daginn og ég þurfti að búa til nýjan account sem er frá USA og ég downloada appinu og núna er að reyna að panta ride en það er bara eins og það virki ekki. Þetta er bara svona. Það stendur bara high service demand og ekkert að frétta. En ég meina ég er búinn að downloada robotaxi í gamla símanum og Waymo. Það virkar ekki að búa til Waymo account by the way. En ef ég opnaði þetta þá virkar það, þú veist, ég er right on the edge en það virkar ekkert því miður. Ég keypti Brandy hér. Ég keypti mér Nike hlaupaskó. Kostuðu ekki mikið, kostuðu 25 skall og þeir eru geðveikir. Veit ég hvort það sést. Jú, þarna er Silla. Silla er sem sagt að skoða í búðinni Lush. Nei, núna er hún. Þarna er hún. Silla er að missa sig í Sephora sko. Við vorum í Sephora og það var allt til sem ég langaði í. Þannig að við erum næst í 40.000 krónum fátækari. Mér langar eiginlega ekki að hugsa það. Við erum búin að vera hérna þess að við erum núna í svona 1,5 tíma. Við erum búin að, Silla, ég er ekki búin að kaupa neitt. Kaupi Nike, Lush og Sephora og Skims. Nú erum við búin með helmingina af þessu. Þetta er basically bara svona eins og Laugavegurinn, bara aðeins betri og heitt og betri búðir. Við erum basically að labba í áttina á bílnum og fara hinum megin og skila þessum pókum og það er orðið ógeðslega heitt. Ég er að svitna ekkert eðlilega mikið og ég nenni ekki að halda á þessum pókum þannig að drifum okkur út í bíl og skilum öllu. Segð mér hvað þetta eru margar kaloríur? 1500 til 3000 kaloríur. Svona svipa hamster kannski. Óli! Þú tókst skeiðina mína. Örstuð storytime, ég og Silla eru svolítið í pink. Og Silla kemur, hún fær notification í úrið að mammina sé að hringja. Hún er eitthvað að mamma er að hringja, getur rétt með símaðinn? Nei, síma minn. Ég er ekki með símaðinn. Hún skildi hann bara eftir einhvers staðar í búðinni. Bara sett hann niður og held áfram að skoða. Hún hefur gert þetta áður. Hún einu sinni glemdi símanum sem ég búði í London 4 tími fyrir flug og þurfti að hlaupa einhver 2 kilometrar tilbaka. Hún er alveg ótrúleg sko. Það byrjaði einhver insane rigning. Rosalega þrjumur sko. Og nú er klukkan 5. Við vorum að koma heim and we did some damage. Ok, sko, ég er komið nýtt hobby og mér vantaði skó fyrir það og sko vanlega myndi ég aldrei fara í svona skó en mér finnst æfingaskór mega vera skemmtilegir. Óla fannst það fyrst of bleikir, hvað finnst þið núna? Sko með við mikrofónin, hann er smá bleikur. Finnst þér hann ennþá of bleikur? Smá. Finnst þér hann ljótur? Nei. Já, Silla keypti skó í Nike, keypti eitthvað í Lush, fórum í Skims, Silla eitti miklu Sephora, hún fór í Pink, hún fór í Lulu og ég keypti eina treyju. Ég fór í uppbóls fótboltabúðina mína aftur því að það var afsláttur og ég fekk mér þessa Angel City treyju og planið er að merkja hana Swedish Jane aftan á. Ég held að hún væri geðveik. Núna ætlum við að slaka á í smá og svo erum við að fara út að borða. Við fórum út að borða á bara flottum hamborgarstað. Matur var mjög fljótur að koma. Þetta var áhugavert. Silla, hvað gefur þínum borgar í einkunn? 1/10? Ég ætla ekki að nefna svona 7/10. Ég fekk mér, hann heiti hvað? El Gring, nei, ég man ekki hvað hann hét. En hann var ógeðslega spicy. Og ég gleym alltaf að spicy hlutir hér í Texas er actually spicy. Þegar ég panta spicy á Íslandi, ég er bara svona, hvað er allt spicy þetta? En holy shit.
ég þurfti að taka jalapenoið af, þannig ég gef honum svona 7-10. Já, ég fekk eitthvað Wagyu borgara, hljómar ógeðslega vel. Mér fannst samt In-N-Out borgarinn bara miklu betri, þannig að ég ætla að gefa honum bara 7 líka í einhvern. Áður við endum þetta vlog, þá var ég að fatta að í síðasta vloggi eða þar síðasta vloggi, þá gleymdi ég að segja eitt sem gerist í vikunni. Ég var að hitta Kylian Mbappé, fyrirliði franska landsliðsins, herforingi og bara eitt besti fótboltamaður í heimi. Hvar hitti hann? Ég hitti hann síðasta mánudag og ég er náttúrulega í Texas og þeir voru að keppa undanúrslitin á móti Spáni í Dallas sem var bara rétt frá staðnum sem við vorum á þá. Við vorum í einhverju outlet-máli. Af hverju gerði ég ekki sérstakt TikTok þar sem ég var að taka upp vídeo með honum? Þetta gerðist ógeðslega hratt. Við vorum hana bara og svo segir Silla, þessi gæi er ógeðslega líkur Mbappé. Ég kíki fyrir aftan mig og svona 5 metrum frá mér er hann að labba hérna. Síminn minn er í vasanum. Silla er í símanum sínum. Ég hef ekki tíma til að taka upp síman og vera bara hey Mbappé, can I take a video with you? Hann myndi örugglega segja nei. Þannig ég segi bara Silla, taktu mynd. Leið hún labbar, þá segi ég bara one photo. Tek mynd, það tók 4 sekundur og svo var hann bara farin. Þetta var next level fljótt og ég postaði þessu á Instagram story og vanlega fá Instagram story mín ekki svona mörg áhorf en þetta fekk 7500 views og ég fekk marga spurningar. Þessi spyr hvort það sé AI, ef ekki þá ertu nettastur. Ekki AI. Þessi hann sagði hættu, hann er orðlaus. Ég sagði þetta var geðveikt. Ekkert unnar TikToker, hann trúði þessu ekki, hann sagði spurningverki, þetta er eitthvað lookalike og ég sagði hélt að fyrst, var með Thuram, Kone og Tchouaméni, fór í létt panik og hann svaraði what the fuck. Hann Kasper segir, what the fuck, that's crazy og ég segi insane. Svo einhver gæi sem ég veit ekkert hver en hann segir, that's a lookalike. Svo fullt af fólki sem likeðu þetta story. Yfir 850 likes bara á þetta story. En ég held að getum öllur sammála að þetta var besta bólamynd ársins. En já, þetta er the story time hvernig ég hitti Kylian Mbappé og þessi sög öll fake. Ekki trúa öllu sem sjá á netinu, þetta er bara AI, hérna er original myndin. Mér langar að sjá hversu létt var að plata fólk og það virkaði greinilega mjög vel. En já, message requestin á Instagram hjá mér voru annarkort AI, mjög hissa, einhver sagði að þetta er stórt. En það var svona 75% trúðu þessu, 25% trúðu þessu ekki og því 25% trúðu þessu ekki, velgert hjá ykkur. Og þetta er ykkar viðvörun að ekki trúa öllu sem sjá á netinu. Af því að AI er orðið insane gott. Og til dæmis dæmi bara með thumbnailin á þessu YouTube-vídeói. Þau eru rosalega mikið AI-uð og það ekkert alvarlegt á baka við þetta. Þetta er bara af því mér finnst það fyndið og flip. Það var einhvers sem sagði bara eitthvað ekki taka þessu illa en mér finnst það eins og þetta að hætta þessum AI thumbnailum. Ég er sammála, bara mér langar að gera þessi vídeo sem mest áhugaverð og ekkert alvarlegt á baka við þetta. Þannig að nota AI thumbnails, það er bara ógeðslega fyndið og ég er bara búinn að sjá á klikkreitinu ef þú fer í YouTube Analytics, það gengur bara miklu betur sem er ógeðslega fyndið. Og þú veist, ég er að grína þessum thumbnail eins og við viljið af því að mér finnst þetta ógeðslega fyndið sjálfur af því að, þú veist, þegar ég horfði á YouTube fyrir 10 árum, þetta voru thumbnailin sem ég voru að sjá og ég var bara, wow, geðveikt vídeo. Og núna þegar ég ger þetta sjálfur, mér finnst það svo ógeðslega fyndið að ég sé að gera þetta. Og ef þið þekkið mig að vita að það skiptir engu máli. En þið 75% ná að plata, I'm so sorry. Við sjáumst, bye. Anyways, næsta vlog sem við munum sjá er helgarvlogið, föstudagur, laugardagur, sunnudagur. Á morgun föstudagur erum við að fara í Vatnsrennibrautargarð. Ég mun örugglega ekki vlogga neitt í garðinum, who knows. Við sjáum það bara í næsta vlogi, 50 16. júlí í dag. Ég held að Spánn vinni Argentínu 3-2 í úrslitaleik HM. Ég bara spáði hér og nú. Ég held að þetta vlog komið mér á mánudegi þannig að þetta meikar ekki sens að vera að spá. Ég gæti verið að svindla, en ég lofa þér ekki að svindla. Heyrðu, ok, við sjáumst, bye. I just wanna love somebody who won't leave a hole in my heart. Silla finnst þessi AC Milan treyja ekki flott. Núna, ok. Mér sem gæði veik, sko. Það er einn hlutur í Ameríku sem ég finnst gjörsamlega galinn. Ég hugsaði allavega. En núna finnst mér það ógeðslega sniðugt og mér langar í þetta á Ísland. Þetta er drive-thru ATM. Drive-thru hérna, eftir gríniskvæðum sniðugt. Þetta er svo amerískt, við erum inn í Cabana. Ameríkanar elska Cabana. Þetta líka kostar $300. Ég er ekki að svarta. Risa leysriður, já við fengum líka fastpass. Og hérna er Cabana. Þetta glas fengum við. Við höfum fá endalaust refills í allt sumar. Við erum hérna í eitt þetta á veg. $27. Við komum hérna klukkan 12 og nú klukkan 6. Þannig að loka og við erum að fara. Hvernig var dagurinn í dag? Góður. Mjög góður, já. Vá hvað þið eru litlir. This guy is Shorty. This guy is Jackson. Þessi er the boss. Halló. Já, halló. Og nú er klukkan 7:30. Við vorum í Vatnsrennibrautargarðinum í 6 klukkutíma. Nú mættum við hann á 12. Nú erum við að fara að borða barbecue. Ok, við erum komin á einhvern barbecue stað og þetta lyktar ekkert eðlilega vel. Ég ætla bara að borða, anyways. Það sem ég veist insane hérna er
ég held að þetta var veitingastæður en við erum basically bara að fara í röð, þetta er bara eins og Subway og það er líka bílalúga á barbíkustað. Þetta er áhugavert. Oh my god, hvað það lítur geðveikt út. Við fengum okkur mac and cheese, potato salad, pound of brisket, hálf pound af jalapeno cheddar pulsu og við fengum eitt brauð með, smökkum brisketi. Það er rosalega gott brisket, mac and cheese. Mér finnst það mjög gott. Þetta minnir mig á eins og ég sé í útilegu. Þetta er kartöflusalat. Bara mjög gott. Við borgum bæði $58 fyrir hennar plata með kóki. Þetta er hérna mikið. Núna ætlum við að núra að smakka barbecue rib. Þetta er svo gott. Það er þetta gott. Má ég smaka? Þannig að skera. Ekki bara taka? Æja, sérlega hvernig er þetta? Þetta er mjög gott. Góðan dag og gleðilegan laugardag. Klukkan er 7 kvöldið. Af hverju er ég ekki búinn að vlogga neitt í dag? Af því ég er bara ekki búinn að gera neitt í dag. Þetta var minn official slökunardagur. Allt gengið fór í eitthvað outlet-mál 40 mínútum í burtu og ég persónulega nefndi ekki það. Í staðinn er ég búinn að vera heima. Ég er búinn að fara 2 sinnum í ræktina. Ég fór í golfhermi sem er hérna í íbúðakjarnanum sem við erum í. Ég er búinn að horfa á England-Frakkland sem endaði 6-4 sem var pottet eitt skemmtilegasti leikur mótsins. Ég er búinn að taka upp taste-test, ég er búinn að klippa síðasta vlog sem kom fyrir 2 dögum og ég er bara búinn að vera að taka í rólega sem er mjög næs. En þau hljóta að fara að koma klálega eftir hálftíma klukkutímanum. Silla ætlar að koma með mat fyrir mig, yes. En svo er þið eitthvað content í þessu vloggi og sérstaklega í dag laugardag að tók ég upp nammi taste-test á hann sem kemur á TikTok. Roll the clip. Ok vlog, nú er ég basically að taka upp TikTok en ég ætla að gera lengur útgáfuna í þessu vloggi þannig að ef þið vilja horfa á stutt útgáfuna þá farið bara inn á TikTok. USA nammi taste-test part, ég veit það ekki, ég byrjaði þess að séru fyrir 3 árum þannig að segjum part 18. Ég er með ógeðslega mikið. Ég ætlaði að taka þetta upp með Sillu, við erum búin að reyna að gera í svona viku. Við bara annarkvort A, nennum við ekki eða B, bræðurinnar eru með ógeðslega mikið læti. Og fyrst að ég er einn í húsinu, þá ætla ég bara að nýta tækifærið. BTS Oreo Brown Sugar Pancake Flavor Cream. Ekki hata mig en ég held ég hef aldrei hlustað á BTS. Ok, áhugaverð lykt. Það báði stendur Or Happiness, BTS Army. Smakkum þetta. Wow, þetta er ekki gott en þetta er ekki vond. Ég gæti samt fengið mér annað. Veistu hvað, þetta er actually bara fínt. Einkunnarskalanum 1/10, 7,9. Fullt af Joyride. Ég er bara í Austin, heimabæi Ryan Trahan. Og það er rosalega mikið af nýjum Joyride brauðum hér. Þannig að við skulum fara hratt í gegnum þetta. Byrjum á Sour Soda Bottle Gummies. Þetta er svona eins og litla kókflöskur. Nema með smá sykri utan á. Ó já, þetta er Cola, Lemon Lime og Orange Cream. Ég hef fengið betra og mér finnst Coca-Cola hlaup mjög gott. Þannig að ég gefur sér 7. Næst er það Lemonade Stand Sour Snacks. Nei, Smacks. Þetta eru svona litli kallar. Það minnir mig mjög mikið á Sour Patch Kids. Þetta er eiginlega bara það. Þetta er ekki vond, þannig að ég ætla að gefa sér 8. Deep Sea Gummies. Þetta er eiginlega bara eins og Swedish Fish. And I was right. Þetta er bara alveg eins og Swedish Fish, þannig ég ætla að gefa þessu 8. Og síðasta Joyride er Fruity Sips. Þetta lúkkar bara eins og M&M. Áhugavert. Þetta er crunchy, er samt chewy líka. Þetta er ekki eins og M&M eins og ég held. Ég ætla að gefa þessu 8,5. Oreo Firecracker Pop flavor. Ég veit ekki með þetta. Þetta var 100% gert fyrir 4th of July af því að þetta lítur nákvæmlega út eins og ameríski fáninn. Veistu hvað? Þetta er bara langt besta í dag. Ég ætla að gefa þessu 9,6. Ógeðslega mikið krem, ekki eitthvað svona ekstra vond bragð af einhverju. Sjá þetta Oreo. Það sem ég er búin að mest hræddur fyrir í dag, Mr. Beast og Jackling's Original Beef Mini Sticks. Þetta er kannski ekki nammi en þú veist, ég ræði hvað kemur í þessu vídeo þannig að hvað ætla að gera í. By the way, ég er ekki mikið fyrir eitthvað svona beef sticks og eitthvað. En það kemur vel plastað. Bara að finna út hvernig ég opna þetta. Já, ég er að spara drikkinn sérstaklega fyrir eftir þetta. Þetta er olíukennt. That's digging. Þetta er bara eins og pepperoni eða eitthvað. Ég veit ekki hvað mér finnst um þetta. Þetta er eitthvað svo blautt. Ég veit að það eru sumir sem myndi fíla þetta. Ég er ekki einn af þeim. Ég ætla að gefa þessu 6. Og síðasta er Purple Cotton Candy Alani Energy. Ég bara hættur að drekka orkudrykki. Ég er ekki búinn að drekka í meira en 1,5 ár. En ég má taka mér 1 sopa til að smakka. Silla sagði að þetta getur verið gott.
Nei, þetta ekki gott. Ok, mér langar að sýna ykkur smá skemmtileg. Í síðasta vloggi, þegar ég náði að plata alla með að ég hitti Kylian Mbappé, þá talaði ég líka eins YouTube thumbnails, hvað eru ógeðslega mikið AI-ið. Og eins og ég sagði, þetta bara upp á flippið, það ógeðslega gaman að gera þetta. En ástæðan til dæmis þessi hér. Ef við skoðum vlog 2, þá hétta fyrsti dagurinn í Texas í Insane Hitta Texas vlog 2. Þetta var ekki eina. Það var líka annað thumbnail og vídeóið hét öðruvísi. Og svo var annað thumbnail og það hétt líka öðruvísi. YouTube sem sagt býður upp á núna feature og getur gert 3 mismunandi thumbnail og 3 mismunandi titlar á vídeóið. Það dreifir því jafnt á milli áhorfendanna og þeir reikna út hvaða thumbnail eða titill gengur best. Segjum eins og 10 manns íta á þetta thumbnail, 4 af þeim klára allt vídeóið, þá er cirka 40% áhorfshlutfall sem í YouTube er mjög gott. Og niðurstöðunar á þessu vídeó var að koma og ég spáði þessu sem að þetta myndi ganga best, þetta nummer 2 og þetta nummer 3. Sem var rangt. Þetta thumbnail gekk langbest og alveg mun meira en þetta thumbnail. Og þetta var hana einhvers staðar í miðinni. Þannig að þið eru að horfa á vídeóin og sjáu svo, byrju, af hverju þetta vídeó búið að breytast thumbnail eða titil. This is the reason, af því að við erum að testa þetta. En eins og þetta vídeói heiti það sama, en það er bara mismunandi thumbnail til að sjá hvað virkar best. Og Buckys vídeói er að koma mest óvart. Þessi thumbnail sem ég fannst ógeðslega léleg af því að ég bjó hana til, er bara með 25%. Versus þetta hérna og þetta hérna sem AI gerði, 35,7% og 39%. Þannig að þetta kemur rosalega mikið óvart. Þetta er ástæðan af hverju við erum með ógeðslega skrítinn thumbnail. Það er bara upp á flippið og af því að þetta er bara ógeðslega gaman. Silla er komin heim, hún eyddi einhverju í Pink, hún fór í Reebok, hún fór í Nike, hún fór í Bath & Body Works og Ross og Marshall. Var þetta mikið damage á kortið í dag? Nei, ekkert svo. Hvað myndir þú segja að eyddi mörgum dollarum í dag cirka? Kannski 300. Ég bjóst við að vera nákvæmlega gleðilegan sunnudag. Úrslitaleikur HM. Ég er mættur í spænsku treynu mína. Við erum komin heim til frænku Sillu. Þar sem við horfum á Norður England fyrir viku síðar. Við erum með snakk, við erum með vangi, svona ekta amerískt. Guys, ekki mænda þetta, I know. Að við fengum daginn, sko, í alvörinu stærstu pítsu sem ég á ævinni sé. Well, we got it again. Hún var mjög góð. Það er fyrsta vatnspásan í leiknum, þetta er það sem er mest galið í Bandaríkin. Það eru auglýsingar á sama tíma, gjörsamlega galið. Do you like commercials during hydration break? No, but I'm glad that they do like a small screen of the dudes drinking water and then like a huge screen of a girl taking a shower. I love that. Svo mikið amerískt nammi eitthvað, cookie dough brownie, best served warm. Við erum með bandarísku litirnar í stjörnum og lemon bar sem er áhugavert. Ég hef ekki séð það áður. Ok, ég setti 1 bet á þennan leik og það snýst The Halftime Show. Ég setti að Justin Bieber myndi spila Yukon, víst hann fær bara 1 mínútu. Og ég vildi að vera hægt að betta á það líka að hann var í hettubyssu með hettun á og sólgleru allan tíman. Það er ekki eins og komin hálfleikur, þannig að I hope I'm right. Til að hafa þetta skemmtilega líka þá er þetta sem ég setti á leikinn. Vonandi vinnst eitthvað. What is this? Skirt steak, fajita meat. Það lítur ekki dægilega vel út. Við erum með ost, við erum með grammiti, við erum með ekki dægilega mikið að snakki. Dangerous back in the middle though from Simeone. Mora on the deck. Alltaf mark, aldrei brot, rán. Moro chance to cross, hooks it in. Knocks it down. Koma svo. Silla var að panta nokkra Amazon pakka. Gerum haul, svona real quick. Þetta er actually ekkert eitthvað skemmtilegt. This is also for my Ovala because I lost it. I have to use paper straw at home. Oh no! Can you even imagine? Okay.
And then we have Lululemon leggings dupe. Weren't you just at the outlet? It's a dupe. It's a dupe. Open it up. Oh, it's a dupe. Okay, they're so small. Oh, nice. Cute. And then we have like, what is it called? Yeah. Oh wait. Yeah. Is that a hair thing? It's like, no, it's for your bun, like. Yeah, it's a hair thing. Yeah. Okay. Hvað er Is þetta? that a hair thing? Yeah, my friend. what is that? It's like also for your bun. A hair bunny thing? Yeah. That's a phone case. And it's a Yeah. And this is like just filter for my cat, water fountain. It's always sold out at home. Lemmy. Oh, this is a Kardashian. Is it hair care? This is a cat toy. Oh. It's his, You're Karen They're always sold out of this. because it's his favorite toys. Hvað þetta? Ó, þetta er eitthvað filter. Water for. Er það taka vídeo og er það taka mynd? Not one bikini. Ó, þetta passar. Silvar að kalla mig megamind með þetta. Mér finnst það persónulega flott. Það er svo vandræðarleg þögnin inn í, það eru svona 10 manns inn í þessu herbyggi. Allir að stara mig, mjög óþægilegt. Og núna er klukkan 7:30 kvöldi. Spotman, thank god. Sjáu hvað ég sveittur. Við erum búin að spila 1 krónu síðasta klukkutíman. I'm dying. Og ég var að fatta, ég er goated í 1 krónu. Af hverju spilum við ekki 1 krónu meira? Anyway, ég er að deyja sko. Þetta var workout dagsins. Ég held að ég fór upp í sko ef við tjekkum á heart rate. Fucking fluga. Ef við tjekkum á fucking fluga maður. Ef við tjekkum á heart rate-inu, ég fór hæst upp í 138 1 krónu. Vann ég? Ég var langbestur myndi ég segja. Fucking fluga. Hversu pirrandi eru flugur? Anyway, sjáumst, næstu við sjáumst. Og þá er þessi helgi búinn, löng, cozy, bara mjög relaxing helgi. Ég ætla að sýna ykkur steytið á herbyggjan okkar. Við erum búin að vera hann í 1,5 viku. Þetta er allt pokar sem við erum búin að vera að kaupa. Þeir eru augljóslega ekki fullir, en við erum bara að hafa þetta annað til að hafa þetta smá skipulagt. Næsta vlog verður auðvitað bara mánudagur til 50dagur eða miðvikudagur, það fer eftir hvað ég nenni mikið að gera eitthvað. En ég er ógeðslega spenntur í morgundag, það er mánudagur, sólinn og veðurspáin lítur ógeðslega vel út næstu dag. Þannig að ég held að næstu dag að vera bara teknir í chilli, eða ekki Silla? Annars segi ég bara bye, peace out, takk fyrir að horfa á þetta vlog. Vonandi finnst ykkur þetta nógu skemmtilegt líka. Ég veit að síðasta vlog var aðeins lengra en þetta. Mér langar að reyna að hafa þetta allt 10 mínútur yfir. En ég lofa að næsta vlog verður mjög skemmtilegt. Við erum að fara á shooting range, við erum mögulega að fara í Six Flags og margt annað skemmtilegt planað hérna í Texas. Þannig að segi bara peace out, sjáumst aftur í næsta vídeói. Bye! Don't embarrass me, it's gonna be better. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Gleðilegan mánudag og verið velkomin í glænýtt vlog. Þetta verður vikuvlog núna. Ja, þú veist, þetta verður ekki heil vika, þetta verður yfir vikuna. Silla er að syngja í bakgrunum. Þið kannski hugsið, af hverju svona dimmt úti, Óli? Jú, klukkan er 8:30. Það sem ég og Silla erum að gera í dag er ekki neitt. Ég og Silla erum að fá frídag frá fjölskyldunni hennar. Woo! Sko, ég á 2 yngri bræður. Þeir eru 9 og að verða 8 ára. Og þeir geta verið pínu mikið. Þau ákveðu í morgun að fara í Six Flags. Elska ég samt að fara í rússibana? Já. Má ég fara í rússibana núna eftir ég fekk gangráð? Nei. Þannig að ég var svona, skipti mig engu máli að fara. Þannig að, og þetta er líka Vatnsgarður, við vorum í Vatnsgarður daginn, þannig að ég og Silla erum basically að taka rólegan dag saman núna. Þótt að klukkan sé 8:30 þegar það ekkert upp, ég bara nefndi ekki að taka upp í dag. Vá, þetta lítur vel út, Silla. Ertu ekki sátt? Jó. Ég hefði viljað að þau geti skorið tréð af. Já, þú fílar ekki tréð. Nei. En sem steik lítur geðveik út. Núna erum við í Walmart og auðvitað að shoppa. Ég með samt eina spurningu. Hver fer í bað eða sturtu og hugsar ég væri rosalega mikið til í Crumble Cookie Key Lime Pie Body Wash núna? Þú veist, þeir sem notið þetta er allt í góðu, spurningamerki. Kostar bara $6.97 sem er þetta bara fárlega gott verð sko. Heldum áfram í sama flokki, hérna erum við með Tres Leches Crumble Deodorant og Strawberry Crumb Cake. Hver hugsa bara, nú er ég sveittur. Ég get ekki beðið eftir að setja Crumble Cookie Deodorantum minn undir hendur.
Fólk galið. Einhvern veginn á að veiða $164. Það verður skemmtilegt að koma þessu heim, by the way. Við skulum gera haul. By the way, að versta við Walmart, þú þarft að nota physical kort. Þú getur ekki notað Apple Pay eða eitthvað. En líka, við eigum ekki $12 á þessu. Já, svo Silla að kaupa eitthvað fyrir aðra líka. Förum heim og gerum haul. What's up guys, við vorum að koma aftur í húsið okkar. Silla með eitt ískalt sódavatn og ég með Fanta Mini. Við ætlum að henda í mini haul á þessu við keyptum í dag. Við ætluðum að fara að tana en það gekk ekki út í svo konguló. Og það var 36 gráður úti. Við fórum sem sagt í Marshalls og Home Goods. Við fórum í TJ Maxx. Same shit. Við keyptum Svona, þetta er svona... Þetta er dish drying mat. Þú veist eins og þegar við erum að þrífa skurðabretti og svona, setja þetta undir út af því að það var alltaf floti. Við keyptum damp duster. Þú þarfst bara að fara á TikTok og sjá. Þetta er ekkert eðlilega sniðugt. Og við keyptum Kong svona hundaband. Já, af því að til að eiga heima hjá okkur og svo eitt heima hjá henni. Við keyptum ný eldhúsáhöld. Já, því okkur er lóki nýjasti. Kostaði $10. Þetta var allt í Home Goods. Svo fórum við í TJ Maxx. Keyptum dót fyrir Guffa, af því hann elskar svona dót og þetta er öll húsdýrin, þannig ég held að það muni skemmta sér rosalega vel. Hvað er þetta, Silla? Taska er svona, íþróttataska er svona bara... Svona gymtaska basically. Þetta er gett sniðugt. Þetta er svona til að setja sléttujárni í þegar þú ert að ferðast með það og svo þetta svona hitamáta. Þetta kostaði $15. Ég keypti sko þessar hérna 3 teygjur í TJ Maxx af því að þetta eru uppáhaldshárdeginum mínar, allan þessar 2. Ég ætla að prófa þessar hérna. Nema það eru sko ógeðslega dýrar í Target, if you know you know, en þær kostu $5 stykkið, þannig... Síðan keyptum við eitthvað kattardót handa honum Gilbert okkar og ég keypti mér Van Dutch ból. Veit ekki hvað hann kostaði. Hann kostaði 15, mér fannst hann lukka flottur og vintage, þannig að ég tók hann. Svo fórum við í Walmart. Byrjum bara á þessu, sem verður langt skemmtilegast að setja í töskuna. Óli hugsar alltaf versta, það verður ekkert mál að koma sér í töskuna. Sjáum eftir nokkur lokost hvernig það gengur. Allavega, þetta er bara svona skipulags til að hengja í eldhúsi og to-do-lista og eitthvað. Til að vita hvað erum að gera. Og dagatal og eitthvað. Mjög sniðugt. Byrjum á póka 1. Þetta hérna er langbesti slickback-bustin út af því að allir slickback-bustarnir á Íslandi, sorry, en þeir eru trash. Þú getur ekki gert flott slickback með einhverjum sko uppþvottabusta að þeir eru svo mjúkur, en þessi hérna er actually svo góður. Ég held að Silla ég held að við erum búin að kaupa svona 8 svona yfir síðustu 3 ár. Já, eini gallinn við þannig er, ef þú missir hann, þá brotnar hann. Heyrðu, svona magnets fyrir töfluna, Dayquil og Nyquil. Ég hef heyrt ótrúlega mikið þetta og mér langar að prófa þetta. Sko, ok, þetta er eitthvað Palmer's Cocoa Butter Formula, shampoo og hárnæring. Svo keyptum við Flip 7 Vengeance spilið. Ég er búin að leita þessu ógeðslega lengi. Við eigum þetta til heima, mér langar bara að spila þetta úti og þetta kostaði $7. Silla keypti Cozy sokka. Já, hann kostaði $1. Svitalyktarir. Fyrir frænku mína. Ég keypti svona Caprice, svona, þið sjáu það ekki. Þetta er bara svartar Caprice. Já, svona til að vera cozy. Bonnet, annar hárbusti til að hafa vara við hinn. Já, þetta er ómissandi, guys. Lemmy Metabolism, sem að það. I don't know, bro. Og svo síðast Let Me Sleep. Já, við eittum dálítið miklu í dag Silla. Sjáumst á morgun. Það er þriðjudagur, góðan daginn, 40 gráður úti. Sundlaugin okkar er lokuð. Hvað snillingur ákvað að loka henni og þrífa á heitasta degi vikunar? Ég veit það ekki, en eftir 1,5 tíma að keyra fram og tilbaka, þá erum við komið í eitthvað svona in-cade arcade. Ég var Silla á hún söng áður við myndum byrja. Hvað fengu okkur Silla? Mozzarella sticks. Spanta bara heimil aðlilega maður. Ég líka. Það kemur frá sig 100%. Spilafíkillinn Sillu er mættur. Hún er að reyna að vinna Svampur Sveinsson kort. Já, we're so close. Ég er búinn að vinna svona kort og svona kort. Sko, það voru 4 kort sem droppu út, 5 hjá mér, en þau festust, þannig að við þurfum að ná í gæja til að opna tækið af því að we ain't getting scammed. Silla, hvað eru þess að komið mörg kort?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ég sá Flappy Bird, ég hugsaði þetta getur ekki verið jafn pirrandi og alvöru leikurinn. Jú, Never Again. Já, þetta er mjög stór staður sýnist mér. Hversu mikið robbed varst þú þarna? Oh my lord. Nú er vandamál sem ég og Silla erum með. Hérna er allir vinningarnir sem eru með. Við erum með 1600 punkta. Við getum unnið 3 hluti sem er ekki eitthvað drasl þá meina ég. Já, við erum sérst mætt í laser tag. Auðvitað rústaði ég. $13 fyrir þetta go-kart. Við erum í barna go-kart. $13. Við erum sérst á Racing Canes og þau voru held ég að setja nýtt met. Ég er ekki mikil Racing Cane núna. Þetta kom á svona 1 mínútu. We like. Við erum sko út í raskati að fara að prófa að skjóta byssur. Ég á að setja svona nælu frá hvað landi ég er á og það hefur einhver frá Íslandi greinilega komið hingað. Þannig ég ætla bara að segja að það var frá Siglufirði. Við erum sérst mætt að skjóta byssum á alvöru gun range. Ég var að læra núna síðast þegar við gerðum þetta, þá vorum við bara með svona loftbyssur, ég vissi það ekki. Sérst að ég veit mjög lítið, en núna erum við komin á alvöru gun range. Það er sko ógæðislega mikið af reglum. Ég ætla að lesa 2 blöð og ég bara veistu, nei, ég nenni ekki, þannig ég ætla ekki að skjóta. Ég hef ekki að fara í molli í dag sko. Svo líka sko áttu að vera mætt klukkan 1 í húsi á frænkunnar. Löðmingarstaði fyrir korter í 2 og það tók 45 mínútur að keyra hingað. Það er bara stemming. Ertu búin að átta á því að þetta er allt skothylkiðin á jörðinni? Ó, ég var basically bara að taka eftir því núna. Við erum alltaf einhverjum byssu hér, við erum einhverjum byssu hér, við erum einhverjum byssu þarna. Já, þetta er áhugavert. Við eigum svo ekkert í þetta. Silla lúkkar fyrir að vera ekkert eitthvað sérstaklega hrifinn á nýja hattinu mínum. Persónulega finnst mér hann mjög flottur. Svona kúrikahattur, við erum náttúrulega að fara að skjóta byssu, maður þarf að lifa sig inn í þetta. Klukkan er 3 og þau eru að segja að þetta er heitasti dagurinn í Texas á árinu. Samkvæmt veðurappinu mínu stendur 38 gráður. UV er 11. Við erum að svitna svo mikið bara að standa og við erum að standa í skugga. Það er það heitt. Og ég er með svona dæmi inn í eyranu með kúrikahattinn og svo safety goggles. Munið guys, safety nummer 1, 2, 3, 4 og 7. Hvað er nummer 4, 5 og 6? Hafa gaman. Are you nervous? Don't embarrass me, this is gonna be bad. Sko, hann var að prófa að skjóta núna og ég ángríns hélt að mikrofónu myndi púffa. Ef hann springur ekki, þá veit ég ekki hvað. En það er ástæða hvað ég komið svona yfir eyrun. Ég er að fara að skjóta núna, þannig að við skulum byrja rosalega dramatískt music segment að mér að skjóta 1, 2 og Ok, við vorum að skjóta, ég var að skjóta AR og einhver aðra byssu. Silla, hvernig stóð ég mig? Mjög vel. Já, þetta er áhugavert. Getum við núna að fara í Ölda? Ekki eins og þessi er búin að shoppa alla vikuna. Það er bara ómikið. Maður er hræddur við þetta því að maður svona kicks back og mjög mikil svona flugeldalykt. En ég hitti ágætlega nokkur skot. Þannig að ég er eiginlega stoltur á mér. Sko, þessi gæi var ekki hjá þessum þarna heldur, þetta er 50, þetta var 100 yards away sem ég veit ekki hvað er mikið. Ég greinlega hitti þennan og þennan, þannig að ég er sáttur. I did good. You did great. Góðan daginn frá Texas, það er, hvaða dagur í dag Silla? Það er 50 dagur í dag. Gær fór over shooting range, það var basically eina sem við gerðum í gær. Við gerðum ekkert storytime um það. Við áttum að vera mætt heim til frængun og Sillu klukkan 1 daginn. Vorum komin 12:40, fættum að ég og Silla vorum ekki með skilríkin okkar, sérstaklega vegabréfin, þannig að Silla og mammina þurfti að keyra aftur í að húsinu okkar, sækja það og fara tilbaka því að við þurftum greinilega IT, hvort eitthvað þreytt. Já. Anyway, gerum það, erum komin svona 5 mínútur yfir 1 og við bara við erum smá sena, allt í góðu. Ekkert gerist í svona korter. Svo fáum við skilaboð, heyrðu þannig að gæinn sem er að fara með, hann vill að við hittumst heima á honum. Það er í korters fjarlægð, við bara, ok, það er einhver annar gæi en það sem heitir Kyle, kóngurinn Kyle. Fæn, við bara, Kyle, getur þú keyrt okkur? Því að við erum náttúrulega ekkert á bíl, af því að mammina Silvi bara skuttla okkur og tók bílinn sem við erum með á leigu. Þannig að við bara, ok, förum bílinn hans Kyle, svo bara, heyrðu, nei, hann kemur til ykkar, allt í góðu. Þannig að við leggjum að stað korter í 2. Og hvað var þetta löng keisla?
Nú 45 mínútur. 45 mínútur og við vorum hana ógeðslega lengi og svo 45 mínútur baka, þannig að þetta var alveg bara allir dagurinn í gær. Við fengum svo okkur, reyndar þegar ég og Silla komum tilbaka og fengum okkur frójó eða jójó eða whatever. Það var insane gott, getur kannski fara aftur í dag. Við fórum bara að sofa, bara klukkan 9 eða eitthvað, bara ógeðslega snemma. Það var náttúrulega heitast dagur ársins í gær og Silla fekk sólstingur örugglega. Það var bara svo heitt. Silla er ennþá þreytt sko. En anyways, núna er klukkan 11. Við erum að fara í escape room. Ertu spennt? Það var sko feels like 41 gráða í gær. Förum í escape room. Ok, við erum að skrifa undir eitthvað waiver hérna. Þetta er eitthvað sem kemur mjög óvart. There's a very low chance that you may be incinerated, electrocuted, squeezed or poisoned, but it's technically not 0%. Silla, þín fyrstu viðbrögð við að þurfa að skrifa undir þetta? Fínt, við erum að fara í erfiðastu herbyggi. Við erum svolítið að fara í prison break sem er difficulty 9 af 10. Og já, ég byrjar með nýja hefð, alla ég og Silla. Hérna er Kyle. Nýja hefðin okkar er að fara í escape room hvert sem við förum. Af hverju er ég að byrja þetta? Af því að ég var með Vibe í Luxemborg. Við fórum í escape room og þau sögðu mig frá þessari hefð og hún hljóma fárlega vel. Þannig að ef ég hef tíma þá ætla ég í escape room. Ég og Silla fórum í escape room í Manchester. Það var ekki það gaman en það var samt alveg gaman. Þannig að núna erum við að fara í erfiðasta herbergið með fullt af fólki hér í Austin, Texas. Þetta verður skemmtilegt. Þetta er sko insane. Like there's not a solution. Then I'll flip these to that. You got it? What? What the hell? What the fuck? Það var rennibraut. What the hell? 12 sekundur. Let's go, That was pal. egregious, bro. Wow. We should have done more hints at the start. We spent about 30 minutes doing nothing and then crammed the rest. Þetta er svona áhugavert. Það er rennibrautana. Oh, bro. Þetta var mjög confusing. 12 sekundur eftir náðum þessu. Sko, í fyrsta lagi þá er ég ekki góð að hugsa út fyrir boxið. Og ég stóð þarna bara og gerði ekki og sagði ekki neitt. Gerðirðu eitthvað? Nei. Bara ekkert. Mér fannst ég vera mjög mikil hjálp. Allavega sko fyrsta hálftíman þá vorum við að gera ekki raskat. Svo við vorum bara hvernig anskotunum fundum við ekki þetta út. En veistu hvað, við komumst út með 12 sekundur. Ég held að þau bættu við smá auka tíma alltaf. Þetta er ammali. Já, ég sagði það Kyle átti ammali, hann var ekkert ammali. Hann fekk ammali skort og allt. En ég er sáttur. Og núna erum við mætt í hádegismat á stað sem heitir Tumble 22 Hot Chicken. Þetta er greina mjög góður kjúklingastæður í Texas. Ég reynda TikTokan til að finna út hvað ég ætla að fá mér. Ég er ennþá í paniki. Matseðlinn er að gera mig mjög overwhelmed. En hann lítur mjög vel út, þannig að við skulum bara finna út hvað við fáum. Silla, erst þú búin að ákveða hvað þú ætlar að fá þér? Já og nei. Ég fæ mér 3 chicken tenders, ég veit ekki hvað það er einhverja súra gúrkur ofan á, en ég fekk líka brauð, ranch og barbecue, mac and cheese. Ég valdi númer 2 sterkasta. Eða þú veist, hérna er minn sterkasta og hérna er extreme sterkasta, ég valdi level 2, Silla valdi level 3. Það er frábært sjónvarpsefni, við erum að horfa á 12 og 13 ára stelpur í baseball. Og þetta er meira dúsað heldur en fyrir íþróttaviðburð á Íslandi sem er gjörsamlega galið. Þetta er minnsti hundur og eitt sætasti hundur sem ég sé á ævinni. Hún er með bleiu. Við séum með litla bleiu hana, pinkulítil. Hún er just a baby. Hún er líka í kerru og svona bílstól, svona actual bílstól. Þessi, já það er bílstóll hana, þetta er mest degraðasti. Skiptitösku. Hún er með líka svona skiptitösku. Já, þetta er svona topp 3 mest degraðasti hundur sem ég hef séð. What's up guys? And just like that er vikuvloggið búið. Það áttu að vera vikuvlogg, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur og föstudagur. Ég verð að viðurkenna það, ég fattaði það bara í dag. Fimmtudag, að þetta vídeo á að koma á morgun. Föstudag, who cares? Það er smá sad að hugsa það. Þetta er annarkvort næst síðasta vloggi frá Texas eða næst síðasta vloggi. Þegar næsta vlogg verður þá föstudagur og laugardagur. Veit ekki með sunnudaginn, það er ekkert planað þá. Af því við eigum bara föstudag, laugardag, sunnudag, mánudag eftir og svo förum við heim á þriðjudaginn. Já, it's kinda sad guys. Þannig að þetta verður örugglega næst síðasta. Svo kemur annar vlogg á sunnudaginn sem verður föstudagur og mánudagur. Föstudagur og sunnudagur, sorry. Hvað er ég að segja? Það verður föstudagur og laugardagur, vloggið kemur á sunnudaginn og svo kemur vlogg á þriðjudaginum sem verður þá annarkvort næst síðasta vloggi eða síðasta vloggi sem verður þá sunnudagur og mánudagur. Ég held samt að ég verð að reyna að gera 10 vlogs. Ég held að ég verið mjög sáttur að reyna að gera 10 vlogs þegar markmið mitt var að gera 3 eða 4 vlogs max.
það er aldrei skemmtilegt. Þetta er búið ógeðslega skemmtilegt að gera þessi YouTube-vídeó, bara eitthvað svona allt öðruvísi content en ég er búinn að gera, þú veist. Þannig að það var mjög sniðugt að mér að vinna fram í tíman og leyfa mér innan gæðslappa að vera í fríi á meðan í Texas. Þess að því annars var ég örugglega bara að gera dagleg vlogs á TikTok og þau væri bara, þú veist, mínútu max eða eitthvað. Þannig að það er skemmtilegt að vera innan gæðslappa í fríi. En þetta er mjög næs að eyða tímanum mínum frekar í þetta. Býr líka til bara extra content fyrir ykkur til að horfa á. Extra content fyrir mig til að eiga. Bara geggja fyrir mig eftir nokkur ára að hugsa bara váká gaman í Texas-ferðinu minni. Get fara á YouTube og horta á, þú veist, 2 tíma af efni af mér bara bull eitthvað eða jeppa eitthvað bara. Þetta er bara búið ógeðslega gaman. Svo er ég að pæla sko, ef þið viljið, eigum við kannski að gera, þegar ég er búinn að posta síðustu vlogunni, gera eitthvað svona eitt best of vídeo, bara svona bestu bútanir eða eitthvað. Eða bara, hold up, let me cook. Gera bara eitt, þú veist, 2 tíma vlog. Þess að bara öll vídeón saman, bara ég fór til Texas í 3 vikur. Þannig að þið þurfum ekki að vera að skipta á milli vlogga og getið bara ítta eitt langt, bara 2 tíma vídeo eða eitthvað. Ég held að það veri ógeðslega gaman. Gætum þurft að skoða að gera það, en við sjáum bara hvað gerist. Áður en ég endi þetta vlog hins vegar getum við tala eins það hvað þessi kamera er góð. Það er níða myrkur úti og er að sjá gæðin á þessari kameru. Þetta er ástæðan hvernig ég keypti þessa kameru, af því að hún er insane á kvöldin. Kannski sjáu það ekki, en það er ógeðslega dimmt hérna. Ég vona að ég sé ekki að lappa í neitt hundaskítuna. En pæli, það er alveg dimmt hérna og ég sést með þessum fallegu orðum þá endum við þetta vlog. Sjáumst aftur í næsta vlogi. Ég er ennþá að átta mig á hvernig ég er búinn að geta posta vídeo og 2 daga fresti á YouTube. Og þú veist, ég gæti tæknilega sé að tekið mér frí af því að þetta vídeo kom í fyrramáli. Þegar þið eru að horfa á þetta, þá kvöldi áður en ég posta þessu og ég eftir að klippa allt vlogið. Klukkan er núna 10 og ég gæti verið að fara að sofa. Verið að fara að sofa, að kemur nefnilega 8 á mínum tíma út. En ég er greinlega að fara að edita vlogga því að ég er so dedicated. Mér langar ekki að break, fattaru. Ég er búinn að gera 2 daga fresti í 2 vikur. Ég get ekki hætt núna, fattaru. Hanna, ég ætla að enda þetta vlog. Sjáumst seinna. Ó, ég er fjólublár. Anyways, sjáumst, endum þetta vlog núna. Peace out og bye. What's up chat? Við erum velkomin í næst síðasta vloggið hérna frá Texas. Það er föstudagurinn 24. júlí. Ef þið horfðu á síðasta vlogg, þá var það lengsta vloggið, næstu í 20 mínútur. Þetta verður ekki eins og það. Það er mjög lítið planað næstu 2 daga. En það sem er merkilegast við það, ég byrja að klippa klukkan 23 kvöldinu áður en ég postaði og það kom sérst út 8 morgunin á mínum tíma, eða 1 á íslenskum tíma. Ég held ég setti met í að klippa svona langt vlogg á svona stuttum tíma. Þannig ef það voru einhverja villur í því vídeói, sem þetta vlog nummer 8 þegar við fórum á Gun Range, I'm so sorry, ég var örugglega bara þreyttur. En við erum að skella okkur í Barton Springs núna. Þetta er mjög vinsæll staður hjá lókalnum. Tjekkum á þessu. Ég er alltaf ekki peppi í þetta sko. Við erum stödd í Barton Springs. Það eru 33 gráður del ég. Ógeðslega margir hana. Það er líka viðbjóðslega heitt hérna. Það er viðbjóðslega heitt. Sillu er viðbjóðslega heitt af því að hún hefur ekki farið ofan í vatni sem er mjög kalt, en það er ekki jafn kalt og í bjóst við, en það er samt kalt. En það er ógeðslega næs og þetta er ógeðslega djúpt. Tók 1 sundsprett af því að þau ætlaði að sína mér eitthvað. Fekk PTSD á þegar ég var í St. Martin og þegar ég myndi deyja í öldunum þar. Annars bara næs. Ég veit ekkert hversu lengi við verðum hérna. En já, við erum bara á handklæði á grasinu og það eru ógeðslega margir hérna. En þetta er cozy. Það er líka svona diving board, þannig að við erum basically bara svona að horfa á fólk hoppa af diving boardi. Það er basically það sem við erum að gera. Hún getur ekki tjekka hana út núna þegar allir að klappa fyrir henni. Og hún hætti við. Womp womp. Við erum búin að vera hérna í rúma 2 tíma og það er svo insane heitt að við ætlum að fara aftur. Og sko, tíminn er 7 heitur. Silla getur ekki að fara í skóinn sinn af því að hann er ógeðslega heitur. Já, við ætlum að fara að borða og slaka á af því okkur er svona áður en við kufum upp í þessum hita. Við vorum að koma tilbaka frá Barton Springs, eða þú veist fyrir 2 tímum. Mjög skemmtilegt koncept. Það kostaði sem sagt $10 einu mann. Nema ef þú ert lokal og býrð í Austin, eða Texas, þá var þetta $5 mann.
og ég kem að miðasölunni og ég eitthvað, how much for 2 people? Og konan kemur, do you live in Austin? Og ég eitthvað, well, for like a month. Og henni gat ekki meira saman með vinnuna sína. Hún kemur, then technically you're living here. Og gaf okkur 50% afslátt. Nice. En við vorum þær í 2 tíma og Silla og mammina núna eru í Dick's Sporting Good. Bara hafa á hreinu. Þessi hérna hlið allt dótið sem við erum búin að kaupa. Þetta er ekki svona mikið, þetta er bara endalaust á pókum. Ég er að byrja að pakka þið núna í 2 tómar handvarangustöskur sem eru með. Þetta er minni handvarangustaskan og hún er svona slowly að fyllast. Ég kom með fullan ruslapóka og við eigum ógeðslega mikið eftir. Þetta er að fara að vera gaman. Dominos. Þetta er ekkert eðla stór pizza. Þetta er ekkert eðla stór, má taka 2 sneiðar. Ég verður viðurkenna, já, þetta er fáránlega stór slæsur. Það lítur ekkert eðlilega girnilega út. Sko, Dominos í Íslandi, can you please step up your game af því að þetta lítur ekkert eðlilega vel út. 40 mínútur liðnar, smá eftir þetta mér að taka til. Þessar 2 handvarangustöskur eru alveg ready og fullar og 2 fullir ruslapokar hér. Þeir eru allir farnir í ruslagámin úti og þetta er basically eina sem við erum að koma í stóru töskun okkar. Fullt að dóti í þessum póka og einhver 2 litli pókar hérna og bánsar sem Silla vann í gær. Köttum að það núna þegar hún ætlar að segja okkur hvað þetta er. Já, þetta hérna. Sko, í gær þá þurftum við að eyða orkunni hjá strákunum. Já, ég fór sem sagt ekki með. Aðeins að þreyta á og við fórum í svona claw machine búð, skiljið. Já, það er svo grípur basically. Já, þú veist, þetta þurftir að borga eitthvað og svo fækstu svo bara svona einhverja peninga sem að sérst ekki peningar í þeirra tæki. Stelpan sem var að vinna var með svona lykil og var alltaf að raða böngsunum þannig að það væri auðvelt fyrir okkur að vinna þetta og ég vann 7 bánsa. Ég er bara spennt að sjá hvernig við komum þessu allir heim. Ég vann 7 bánsa og veist, þetta voru ljóti bánsar af því svo var hún með hellinga vinningum treytaði ljóti bánsanum í sæta bánsa sem kosti 2. Þannig að ég sá þessa hérna kind fyrir Guffa, ógeðslega sæt, þessa hérna gulrót fyrir Guffa, ógeðslega sæt, þennan hérna gíraffa fyrir Guffa, ógeðslega sætur og svo er þetta hérna 1 bánsinn sem að ég vann sem að ég gæti ekki skipt og því að hann kostaði 1 Sheila. Hann er ógeðslega krúttlegur. Hann er alveg Sheila. Þannig að Guffi er að fara að fá fullt af nýjum böngsum. Jú, þegar við fórum hann í pinballs dæmið daginn, þá vann Guffi einhvern annan bangsa. Getur þú sýnt okkur hann? Við unnum þennan hérna líka bánsa fyrir Guffa. Gleðilegan laugardag. Við erum að fara aftur í road trip, shocker. Við erum byrjuð í Target því að okkur vantar eitthvað að stilla að leita einhverju kryddi fyrir heima sem er ekki til á Íslandi. Við langar að sýna ykkur hluti sem make enga sens hérna. Byrjum á 1 gallon á 399. Hver þarf svona mikið? Sko, extreme stórir pokar af morgunkorni. Þetta er á 7,39. Hvað er þetta mikið? Þetta er 1 kíló. Það er vissulega hægt að kaupa 4 lítra af ís hérna í búðinni á 7,79 sem er bara fárlega gott verð. 1,3 kíló af smjöri. Jú, þetta er extreme á 6,29. Verður að segja, þetta er bara fyrir verð sko. Verður að veikna það. Mjólkinina er stór, hún er á 3,99. Þú veist það bara að þú ert orðin old piece of shit þegar þið finnst gaman að skoða þrífingadeildina. Sjáu bara hversu mikið Silla er að skemmta sér. Má ég sjá? Þetta er áhugavert. Hérna erum við með eldhúsrúllur. Þetta eru 8 risarúllur á 16,99. Ég held að það sé bara fárlega gott verð. Ég held að það er að sýna ykkur dæmi hversu stórt klósettpappírinn er hérna. Þetta eru 32 megarúllur. Er þetta ekki klósettpappír? Jú, af Angel Soft. Þetta kostar 21,99. Þú getur keypt, heilan vassrumbindagard basically á $499 sem er insane verð. Costco, step up your game. Lego-deildin leitur mjög sorglega út hérna. Lifter McQueen er á $28. Á Íslandi er hann þetta, bara svona önnur útgáfa Lego er alltaf overpriced á Íslandi. Þessi hérna Messi er á $30. Rósunar klassísku, já þetta heima, þetta er á $60. Á Íslandi er þetta áhugavert verð. Uno, hérna er þetta á $7. Ódýrasta sem ég fann á Íslandi var svona mikið. Ef þú ert þyrstur þá getur þú tekið hennan insane stóra Gatorade brúsa á $25. Já, þetta eru 2 lítrar, þannig að það er 2 lítrar brúsa. Gott verð. Svo verðum við ekki inn á Buc-ee's í 40 mínútur eins og alltaf. Þá er ég að stökkva inn að kaupa eina samloku og 1 beef jerky fyrir Sillu. Samlokuna fyrir mig reyndar. Ég er búinn að kreyfa þessa samloku í allan dag og að meðan þau eru að taka bensín, max 2 mínútur inn inni. Oh my god, það er ekki sjálfur hérna. Ég er svona að beita hvort við höfum að taka 1 annan bangsa fyrir Guffa. Þannig að hann komið svona
svona 7 banks í þessu ferð, þannig að ég ætla að passa inni núna. Þannig að ég tækna sér sparapenning. Vel gert, Óli. En ég komi með það sem ég þarf. Ég ákvað að taka XXL núna, bara af því bara. Gaman að prófa. Drífum okkur þessa. Oh my god, the Bucky. Nammi. Alfie er að fá smá klapp. Alfie er living his best life núna sko. With the gas. So this is the offset box. So to smoke, you make a fire in here. It's just smoke in here, but you can also grill in there. And then this is a gas grill. We got a lot of food today. And then that's a burner. So it's got a little side burner too. When I didn't have a house out here, this was my whole kitchen. Oh nice. It looks very good. We got to put the steaks on to get a little smoky. Amazon pakka haul. Let's go. Þetta er... Hvað er þetta? Góð spurning. Þetta er ekkert mig. Ain't no way að þetta sé mig. Já. Einhver rosa vel hjá Sellausi að opna hennan pakka. Þetta eru sokkarnir. Já, ég pantaði svona cozy sokkar með gripi undir. Ég keypti mér 2 Rubik's kuba, bara af því bara. Þetta er auðvitað taskan sem Silla pantaði. Þetta er fín stærð á tösku sem Silla voru að panta. Hún ætlaði að taka einni stærð ofar. Sem betur við skoðaði ég the reviews. Og núna ætlum við að reyna að leysa einn svona saman. Eða þú veist, við ætlum ekkert að reyna það, við ætlum bara að leysa hann. Ég var að kaupa mér Rubik's kub á Amazon. Keypti svona 2x2 kub og ég keypti líka 3x3 kub. Af hverju keypti ég Rubik's kub? Þegar ég var svona 10-11-12 ára var ég alltaf að leysa Rubik's kuba. Ekkert alltaf, ég bara horfði á YouTube-vídeó til að kenna mér á það. Svo hef ég ekki leyst Rubik's kub í mörg ár. Þangað daginn þegar ég sá Rubik's kub heima hjá frænku Silju og ég bara byrjaði að leika mér. Og mér finnst það magna, ég kann þetta ennþá. Þannig í dag ætla að taka tíman hversu fljótur ég er með eitt svona. Og við skulum byrja núna. Silla, hún þorir ekki að fara inn en hérna er... How many chickens do you have? 3 at the moment. Það eru 3? We usually go somewhere between 3 and 5 because we don't, otherwise it's too many eggs. I sjá hvað er ánægir. Come here, ladies. These are the daughters Hello. of the special. Hello. Sætir kjúklingar. Hi, sweetheart. Hi. And honestly, if you tip them sideways, they don't know how to escape. Oh But you no. cannot pick up the Easter egger though. Yeah, she's a very skittish. Ég er að halda á hænu. Þetta er mjög sætt. What's her name? That's That's Pearl. Pearl. She's a barred rock. Pearl. My grandma used to have 3 chickens. They were called Hansina, Jensina, and Paulina. Very, very cool names. I like that. Hello. The grapes are finally. Do they bite? I mean, they'll peck you. That doesn't hurt. But it doesn't No. hurt. It's funny. I forgot to Sure, tell go you to the other side. day, she now wants to eat out of my hand. Silla. I'm throwing them on the ground. She's like, "Fuck you!" And tries to come and eat out of my hand. Silla, komdu. You komdu. Okay, I'm gonna put her down. Akkur var hún svona góð? Þeir að fá að borða. Oh, that one's fluffed up over here. She's the skittish one. Wait, what is this? These are worms. Yeah, I was gonna say, is this worms? Við erum sérst að sjá húsið sem þeir að byggja hana í skóginum. Ég held að þetta sé það. They eat a lot of er, horseflies and they don't bite, so we like them. þetta er stærsta kónguló sem ég hef séð. Og ypparasta. Þetta er mjög flott og kósí lóð. Hérna verður gestahúsið, þarna er húsið, hérna er risa pond, það vantar bara vatnið, það vantar bara rigningu, það er svo þurft hérna. Það lúkkar eins og sem að skoða eitthvað svona abandoned hús með fullt af stórum kóngulóm. En já, þetta er húsið sem er að byggja. Það vantar auka veggi, þetta lúkkar tiny núna en samkvæmt blueprintinu sem hann var að sína mér, það verður þetta stórt og þetta er bara út í raskati, svona literally. Það væri örugglega ógeðslega kósí að eiga heima hérna. Þarna er einhver önnur fluga. Silla er í einhverju léttu panikkasti. Ég get ekki. Ég er ekki þessi típa, mér finnst það ógeðslegt. Ekki heldur. Mér langar heim, helst bara heim alla leið, sko. Það sem að ég veit að það er ekki svona stórar fucking kóngulær og meyrur út allt og froskar og... Sem byrju ekki labba, það er eitthvað þarna. Hæ? Hvað? Ég horfði á alla meyruna þarna. Ég get þetta ekki.
ekki. Áfram. Mér langar heim. Nei, mér langar heim. Mér langar Hætt að blokka. Þú veist ekki hvort það býtur það ekki. Hann er að blokka. Mér langar alla leið heim. Ég ætla að fá martraðir í nótt. Passaðu! Hætt! Óli, þetta er ekki falleg. You owe me something. Mér langar bara að fara heim. Mér er bara að klæja. Ég myndi alveg að lemja, ég myndi grýta þessari kameru upp onni í jörðina og ef hún myndi brotna þú getur ekki kennt sjálfur nema þér. I can tell by the way he's two-stepping round the room. Þetta er að stefna í svo geðveikan sunnudag. Síðasta Texas-vlogið. Af hverju er ég svo spenntur? Ég er að upplifa svona my childhood dream right now. Sko, eitt af áhugamálunum mínum er Lego, ok? Síðan ég var svona 6, 7, 8 ára var ég alltaf að leika með Lego. Ég átti ógeðslega mikið Lego þegar ég var yngri og svo gufaði allt í hennu upp. Og svo fann ég aftur áhugan þegar ég var svona 19, 20 ára og núna þegar ég á ekkert pláss heima það var allt Lego í geymslunni hjá mér. Hálftíma frá þessu erum að gista hérna í Texas. Þetta er bara næst síðasti dagurinn okkar. Er eitthvað risastórt Lego convention. Mér hefur alltaf dreymt að fara á eitthvað svona risastórt Lego event. Og það er hérna. Það kostar $30 og ég held að þetta er að stefna í bestu $30 sem ég mun eyða. Þannig að ég er komin á Kalahari Resort and Convention. Einhvers staðar út í Raskati í Texas. Ef þið sjáu rauða pinni þar er Airbnb-ið og við erum hérna upp í horni. Í Round Rock. Ef ég ekki að tjekka á þessu. Eins og sjá, við erum komin á okkur risastað. Ég veit ekkert hvort ég hef búin að kaupa eitthvað miða eða ekki. Það er allir hérna með eitthvað armbönd og eitthvað. Hi, how are you? Hi, good, how are you? So, where do I buy tickets? For the Lego convention? Yes. Go in through those main doors right there. Okay, is it how much? I think it's 25. Yeah. Okay, thank you very much. I'm very excited. Thank you very much. Tjóðlega fólk næs hérna maður. Þetta er strax besti dag lífsminns. Ég er búinn að finna þetta Brick Rodeo og það er risa Lego-kallana. Þetta er vinsalasti fótobúðin allavega áður kemur inn. Checkum á þessu. Ok, staðan, ég er komin inn. Ég þarf að fara inn á brickrodeo.com og kaupa miða sem ég er að gera right now. En það eru rosalega margir hérna. Þannig að þetta er mjög spennandi. 32,48 er ég að borga fyrir þetta. Er það ekki bara fínt verð fyrir geðveikan dag? Heyrðu, fyrsta sem við sjáum þegar við löpum inn. Það er fullt á svona Lego listaverkjum. Þetta er svo insane sko. Fullt af fólki hérna bái. Heyrðu, við erum með Bluey. Þetta er geðveikt maður. Þetta er uppáhalds bensínstöðin mín. Fyrir utan Ólís náttúrulega. Is this a working hat? Very cool. Hvaða algjöra síru er ég mættur inn í? Ég er bara mættur á risa Lego convention. What the fuck? Ég á svo erfitt að meðtaka þetta, ég á erfitt að koma orðum inn af því að ég veit ekki hvað að segja. Ég vissi ekkert hvað ég var að búast við. Ég veit ekkert hvort ég sé að búast við einhverju geggju eða ömurlegu en þetta er geðveikt. Og núna er ég mættur á Lego convention. Það er einhver ókunnur að taka upp vídeóið mitt. Ég er ógeðslega spenntur að fara að skoða. Komið með. Thank you very much, sir. Svo bara fyrsta sem við sjáum er eitthvað Star Wars dæmi, Star Wars og jólasveinn. Svo bara einhver fótboltavöllur, flugvélar að fljúga. Þetta er að stefna í svo mikla veislu, guys. Núna líður mér eins og við séum komin í Texas. Þetta er svona villta vestrið. Þetta er svo flott. Og svo bara næsta sem við sjáum hérna eru fiskar. Það er einhver comedy genius hér á ferð. Við erum með að Risa Creeper, við erum með Steve, við erum með Chicken Jockey, við erum með Fortnite mappið. Þetta er einhver veisla, guys. Þetta gæti ángríns verið svona 30 mínútna vlog að mér að sýna allt sem er hérna en þið sjáu bara hvað er ógeðslega mikið hérna þannig að ég ætla að sýna ykkur bara nokkra hluti eins og þetta hérna sem ég veit ekki hvað er í gangi. Kannski ætla ég að spjalla eitthvað fólk. Spyrja hvað þeim finnst um þetta. Hérna erum við með Radiator Springs úr Cars. Ok, þetta er ógeðslega stórt en svo fyrir við hinum við borðið og við sjáum bara eitthvað stærsta, ég veit ekki hvað þetta er. Ég er amazed by þessu, þetta er bara automatic tennisvöllur. Þetta er geðveikt. Við erum með mjög mikið af teiknimyndum, við erum með Toy Story, við erum með Perry the Platypus, við erum með bíla úr Cars, við erum með The Penguins, svo getur við keypt Lego kalla og fullt af gömlum Lego settum, það er svo mikið hérna. Sko, ég á þetta Lego heima. Ég er búinn að byggja fyrstu svona 5-6 bókana af svona 30. Ef einhver vill kaupa þetta af mér, þá með ég kaupa á 30 skall. Ég er sem sagt kominn
óvart inn í einhvern sal og búið að loka salnum og það er mjög mikil þögnin inni og það er eitthvað Q&A með einhverjum Lego sérfræðingum og ég er mjög hræddur, mér langar að fara út en það er ekki hægt, þannig ég er fastur en inni. Fyrir $13,50 getur fengið Vitta í Toy Story sem minifígjur. Það er þetta dálítið sniðugt. Svo sé ég ekki verði en hérna er Bart og Lisa stendur ekki en ég ætla að gíska á svona 15-20 af því að hérna er Martin Prince fyrir $14 þannig að gískum bara hvað hitt verði verður. What is your favorite movie of all time? Favorite movie? It's going to have to be Captain America. Passion of the Christ. Thank you very much guys. Ok, ég er búinn að vera inn í þessum sal núna alltaf lengi. Ég er að pæla að halda áfram með lífið mitt og fara að gera eitthvað með daginn. En $30 að virði, 100%. Þetta er geðveikt. Þú veist, þetta vlog gæti verið svona 10 mínútum lengra en I'm so sorry, ég ætla ekki að gera ykkur það. Og þá er ég búinn á þessu Lego-konvensjoni. Ef þið sjáum mikið, þá er ég hér, þeir á skjánum, hjá þessum stóra Lego-kalli. Fullt af fólki að lappa fram hjá. Eins og þið sjáu er þetta rosalega stór Lego-kall og í samanburði er ég 1,97. Heyrðu, höldum áfram með daginn. Takk í dag. Heyrðu, við sérlega vorum í Marshalls og skilti sérst ekki. Svona 10 sekundar review á því það sem við keyptum. Óli getur sér peysu. Kostaði $30. Hann getur sér veski. Kostaði $12. Af því að mér desperately vantar veski. Já, ekki veski. Ég keypti bleikan brúsa. Þetta er brúsi nummer 6 í ferðinni held ég sem búin að kaupa. I'm here. Og svo keypti ég svona myndaramma til að setja guffa gilla í. Já, það er einhverstað þannig. Nú veit ég ekki alveg hvað það kostar að framkalla myndir á Íslandi. Ekki allan að þetta kostaði. Já, 3 myndir, bara svona litlar basic A5 myndir held ég. 3 A5 myndir, þetta kostaði $1.36 hér í CVS. Við bókuðum þetta á netinu og þetta var tilbúið kortir síðan. Hvað er þetta á Íslandi? Sko, þetta er Guff og Gilli og Guff og Gilli og Gilli. Gilli. Þú ákast sem sagt þessa mynd, eða ekki? Já, hann var í náttborunum mínu. Oh my god. Við erum byrjað að pakka, þetta er allt dótið sem við erum að koma í töskuna. Þú veist, við erum með hundadótadæmi hérna. Hérna erum við risa teppi sem við erum líklega bara að halda á. Þessi er full. Við erum að ná þessi svona helmingatösku. Sko, ég er tilbúin að setja pening undir að báðar töskunar okkar verði yfirþyngd. Þið heyrðu það bara hér og nú. Það er gleðilegt mánudagskvöld. Það er síðasti dagurinn okkar hér. Þetta er staðan akkurat núna. Gólfið er að tæmast. Það er sem sagt sunnudagur í dag. Nei, mánudagur, mánudagskvöld. Hvað erum við búin að gera í dag sem er síðasti dagurinn okkar? Ekki raskat. Við fórum í hádegismat og okkur mjög góðan pítsastað og svo fórum við á Sundlaugarbakkann og vorum þar til svona 7:30. Nú klukkan að vera 9. Við erum búin að pakka í töskur, við erum búin að taka til. Við erum að skila Airbnb-inu á morgun klukkan 10 og flugið okkar er ekki fyrir klukkan 4 hér frá Austin. Förum í flug, tengiflug og svo þaðan yfir til Íslands. Hvað ætlum við að gera á milli 10 og 4? Við ætlum að fara heim til frænku Sillu sem býr 7 mínútum frá þess að við erum núna. Geyma töskunar okkar og bara svona slaka á í nokkra tíma. Það gekk smá brösulega að pakka niður. Ertu ekki sammála Silla? Ég er búin á því. Við erum svona að klára að taka til núna. Það er alltaf hvolfinni á mér sem á að fara í handvarungstöskuna mína. Þannig að þetta verður áhugavert ferðadagur á morgun. Ég ætla ekki að vloggan bái. Af því að basically vloggin frá Texas eru bara búin núna. Því miður. Set time. Kannski sérlega kannski að vlogga 1 vlogg í viku. Við sjáum til hvað við nennum. Kannski gerum við, kannski gerum við ekki. Þannig að ég ætla ekki einu svona að lofa þið. En ef þið fílið það, annars er þetta bara rest in peace Texas vlog. Þau verður 10 talsins. Ég bjóst þau eru svona 3 eða 4 max. Þannig að það er bara geggjað. Takk fyrir að horfa. Svona rétt ára við endum þetta vídeo Silla. Getur þú nefnt mér þína 3 uppáhalds hluti sem við gerðum í ferðinni? Shopping sem við gerðum, ok, hitta fjölskylduna, er það? Ég er að meina svona eitthvað svona afþreying. Þú veist, gera eitthvað. Ok, mér var mjög gaman í escape roominu. What the hell? What the fuck, það var rennibraut. What the hell? Við varst mjög gaman í trampolingarnum. Þú þarf bara að greipa í þetta. Nei, Silla. Það er bara svo margt sem við gerðum í þessari ferð, þannig er ekki hægt að nefna nokkra hluti, þú veist. Við fórum í escape room, við fórum að skjóta byssum. Are you nervous? Don't embarrass me, this is gonna be bad. Við fórum á Buc-ee's. Hvaða költ eru komin í? Mátum kúrekaföt. Er ekki flottur? Sko, mér finnst þessi
Þeir eru flottir. Þannig að, is this ferð going down the history books, eða? Já. Á skalum 1 upp í 10, hversu mikið gefur þessari ferð í einhvern? Þetta voru næstu í 3 vikur, sko. 8. 8, ég ætla að gefa henni 8,5 líka, af því að mér fannst þetta smá lang ferð á tímapunkti. Ég held að næst tökum við bara svona 2,5 max. En for the final time, sjáumst einhvern tímann aftur. Peace out. Allir að kommenta, rest in peace, Texas Vlogs, ok bye.